Já, velkomin í vinnuskúrin á Laugardagsmóti. Hérna á eftir koma Drífa Snædal, forseti Alþýðusambandsins og Friðrik Jónsson sem formaður BHM og Guðmundur Hrafn Arngrímsson sem formaður stjórnar samtaka leigjenda á Íslandi og ræða fréttir vikunnar við mig og fyrsta gestinn í dag sem Björn Snæbjörnsson. Hann formaður Einingar Iðju á Akureyri og reynda formaður Starfsgreinasambandsins líka. Hann lætur nú að störfum þar fljótlega, þá gaf ekki kosta sér áfram og hann hefur reynda lýst því líka yfir að hann ætli ekki að bjóða sig fram aftur. Kjörtímabil hans í Einingu Iðju rennur út 2023 ef ég man rétt og ástæðan það hann bara komin á aldur og hann á baki ógnar langan tíma við að starfa innan verkalýðshreyfingarinnar. Björn, velkomin í vinnuskúrin. Já, takk. Já, það ekki oft sem að maður fær svona menn sem að sjá svona langt eins og þú, þannig að ég að fá að njóta þess að spjalla við þig þessar breytingar, því að hvað þetta langur tími síðan að þú fórst réðst til vinnu hjá Einingu? Já, ég byrjaði 1. maí 1982, þannig að núna 1. maí næstkomandi, þá voru 40 ár síðan ég byrjaði að starfa þessu. Já, þetta langur tími, þetta nær aftur fyrir verbúð, svo ég segi það við unga fólki sem fænst verbúðin hafa verið fornöld, að þá nær þetta eiginlega aftur fyrir kvótakerfi. Já, og maður mann eftir, sem sagt, maður uppalinn í sveitinni og maður mann eftir því þegar krakkarnir á Greinivík voru að koma úr verbúðunum í Grindavík, það sem að það var nú ýmislegt sem þar gerist. Já. Ég fór aldrei sjálfur. Nei. Ok, það ágætt, þannig að þá losna ég við að fara að rifja upp mína verbúðasögu. Herðu, en talandi það, svona breytingar í samfélaginu. Það þetta annar tími 1982 þegar þú kemur ungum maður til þess að starfa inn í Einingu, eða ekki? Þetta annars konar veröld. Jú, það auðvitað, sko, það má eiginlega segja að svona megin verkefni og megin svona hlutir í starfi stéttarfélaga, það hefur ekkert breyst. Ég meina, það auðvitað öðruvísi, það meiri tækni, meiri svona allt í kringum þetta og svoleiðis, en svona, hvað maður segja, svona málefnin, baráttan, það raunverulega bara nákvæmlega eins og þetta var. Það var öðruvísi, það var svona kannski, má segja, að verið meiri nánd, það var svona meiri svona, já, nánd og meira svona sem maður kannski fór út á vinnustaði, það voru svona auðveldar að komast inn á vinnustaði, vegna þess að það var kannski ekki eins strangar reglur allt mögulegt eins og í dag, það svona kannski maður verið ekki inn í, maður mann eftir því að maður fara inn í frystihúsin í gamla daga, sko, það var nú ekki verið með hárnet eða sloppa eða eitthvað annað, heldur var nú bara þannig að maður fór bara í sínum fötum og það var bara sjálfsagt að hafa það þannig og margt þetta hefur náttúrulega breyst og rosalega mikið til batnað þannig en svona málefni sem maður að vinna við hefur ekkert ósöpuð. Stéttabaráttan eilíf. Hún eilíf og það alltaf sömu vandamálin, það alltaf sömu baráttan að passa upp á það réttindi séu ekki brotin og það eru nákvæmlega sömu atriðin sem maður var að vinna í upphafi og það sem maður að vinna í dag. Það eru laun, það eru veikindaréttur, það orlof, það allt svo mögulegt sem þarna og náttúrulega að berjast fyrir launahækkunum og því alls saman. Þetta raunverulega bara, þetta svona öðruvísi form en nákvæmlega sömu málin. Já, en að þú nefndir svona nándina og það hefur nú verið vitað að það svona minni virkni almenna félagsmanna og þetta eilíft vandamál inn í verkalýðshreyfingunni að virkja almenna félaga og ekki bara í verkalýðshreyfingunni, heldur bara í alls konar almannasamtökum, þú veist í SAA og Krabbameinsfélaginu og hvað sem 82 að þá var þetta ennþá þannig, þú talar meiri nánd og þú segir að það var auðveldara fyrir ykkur að fara út á vinnustæðinu, en var það ekki líka þannig að það voru kannski svona meira fólk sem átti að koma á skrifstofuna og taldi sig vera þáttakandi í verkefnisfélaginu, var að taka þátt í baráttunni, segja þér hvað þið ættuð að gera og allt það? Var það þannig? Var það meiri samkomustaður? Alls ekki? Alls ekki. Ég tel að það eru miklu fleiri sem koma á skrifstofunar hjá okkur í dag hlutfallslega heldur en var á þeim tíma.
það var kannski þannig að þetta var kannski svona meira af svona eldra fólki sem kom og svona var, en í dag þetta sem sagt unga fólki sem að mér finnst allt og margir tala að hafa engan áhuga á sínum réttindum eða þvílíku. Þetta fólki sem að kemur í dag vegna þess að það er bara nokkuð vakandi yfir sínum réttindum, og við höfum verið mjög duglega að auglýsa réttindi fólks, við höfum verið mjög duglega í því, og það hefur aldrei verið vandamál hjá Einingu Iðju að fá fólk til þess að starfa hjá félaginu. Við höfum verið mjög heppin, og ég tel að svona með marga aðra þá höfum við svona geta haldið upp í ákveðnum félagsanda, og það hefur komið til dæmis fram í könnunu sem við erum búin að gera núna í 11 ár að við erum, því miður eru 23% félagsmanna sem að taka þátt í þessum könnun sem hefur verið ákveðin þáttaka, sem eru kannski ekki frekar óánægðir með okkur, en hinir þannig að við höfum verið að koma mjög vel út úr öllum könnunum og annað, og það hefur líka eflt okkur í því að auglýsa nánd og annað, og við erum með mjög öflugt trúnaðarmannakerfi sem er lykillinn að því að geta haft þessa virkni. En svona almennir félagsfundir, fólk kemur á verkalýðsfélag í dag til þess að sækja sér úr sjúkrasjóði eða sumarbústað, virk og fleiri svona þjónustu sem verkalýðshreyfingin hefur tekið að sér, en svona almennir félagsfundir og stéttabaráttan. Sko það er náttúrulega alltaf, það er erfitt að fá fólk til að mæta á þessi hefðbundnu félagsfundir. Sko við til dæmis erum með deildarskipt félag sem eru 3 starfsgreinadeildir þar sem að fólk nú frekar sem að kemur, kannski þarf að fara að ræða meira, það eru aðalfundir félagsins og svona aðri fundir sem við höldum svona bæði út með Eyjafirði, við náttúrulega náum yfir allt Eyjafjarðarsvæði, og það er alltaf reytingur, en auðvitað vildi maður að sjá miklu fleiri, en ég vil meina það að trúnaðarmannakerfið, að það kemur mjög skilaboðunum inn á vinnustæðina, og það er það sem að fólk svolítið farið hvað maður segja, það er farið að segja bara, ég þarf ekkert að mæta, en trúnaðarmaðurinn segir mér bara frá því hvað var að gerast. Það sé æðakerfið. Já, það er æðakerfið. Já. Herðu, en ég hótaði því að nýta það að þú sjáir langt aftur. 1982, þegar þú kemur að starfa hjá Einingu, þá Akureyri iðnaðarbær, þá ennþá, eða ekki, verksmiður sambandsins ennþá þarna. Slippurinn öflugur og stór, útgerðarfélag Akureyrar með mikla vinnslu. Kannski flesti félagarnir bara svona verkamenn eins og maður hugsa sér þegar maður heyrir verkalýður, þá sér maður fyrir sér fólk í svona verkamannavinnu í slipp og í verksmiðum. Eining hefur verið þannig. Já, málið það að Eining hefur verið mjög víðtækt vegna þess að það var þetta voru 2 félög, Eining og Iðja, félag verksmiðjufólks, og iðnverkafólki var allt í Iðju. En raunverulega var þetta, ég alveg segir iðnaðarbær, þetta var rosalega mikið margir sem unnu á verksmiðjunum og því tengdu, og svo má ekki gleyma líka því að í Einingu hefur alltaf verið mjög stór hópur fólk sem að vinnur hjá sveitarfélögunum, allir þeir sem eru að vinna í ófaglærðum í leikskólum, í skólum, hjá málefni fatlaðra, öldrunarstofnunum og fleira, þannig að það hefur alltaf verið dálítið stór þáttur, en auðvitað iðnaðarbærinn sem slíkur og breytingin sem var þegar verksmiðjurnar fóru, það var þetta ægilegt högg á Akureyri, og þannig að þessi breyting var auðvitað heilmikil, og þá sameinuðust Eining og Iðja til þess að á þessum tímum til þess að geta verið öflugir í svona málsvari þessa fólk sem að átti margt mjög bátt þegar að þetta iðnaðarveldi hrundi. Og hvað kanntu að segja okkur sem að af hverju hrundi iðnveldi sambandsins á Akureyri? Já, hluta til var farið að flytja á mikið inn af alls konar vörum. Ég meina, við voru ekki samkeppnisfærir. Ég meina, en til dæmis við erum sem betur fer með þessi fyrirtæki sem þú nefndir áðan, eins og Slippurinn, hann er ekki stór eins og hann var, en hann er mjög öflugt fyrirtæki og ýmsir sem þar í kringum. Nú, útgerðarfélag Akureyringa er stórt fyrirtæki hérna. Maður kannski líka horfir á það að það voru þessum tíma, það voru hér 2 frystihús og margar fiskverkunarstöðvar í Ólafsfirði, það voru frystihús á Dalvík og fiskverkunarstöðvar og Grenivík og svona fleira, þannig að þetta hefur allt saman minnkað. Nú kannski má segja að við séum með
stór frystihús eða frystihúsaverksmiðjur bara hér á Akureyri og annað, þannig að það hefur sem lítið gefið eftir í sambandi við höfum verið frekar heppin með sjávarútveginn að hann hefur haldið sínu. En nú ef maður horfir svona til 82, þá í atvinnulífið á Akureyri stórum hluta í svona félagslegum rekstri. Það útgerðarfélagið og svo það KEA sem með verslunarrekstur og sambandið með iðnrekstur. Að stóru leyti þetta svona megin atvinnutækin eru í félagslegri eign, en það alls ekki svoleiðis, það eiginlega horfið bara í dag, það eiginlega ekkert eftir að því. Það alveg rétt hjá þér, það ekkert eftir. Þetta var talað um 3 eiki hérna á Akureyri, það var SÍS og KEA og sveitafélagið, þessi Akureyrarbær. Það var svona þessi sem voru 3 stærstir, en því miður þá og ég segi því miður vegna þess að KEA var náttúrulega stórveldi hérna og hélt út í mjög mikilli starfsemi og seldi nú til allar búðirnar sínar og eitthvað svona. Ég held að svona, ég fannst það ekki alveg rétt en verksmiðjurnar voru, það var bara óhagstæður rekstur eða eitthvað. Þannig en svo sem bjargað okkur var raunverulega umsetningin í kringum háskólan á Akureyri og það var það sem að bjargaði raunverulega því sem bjargað var, þó að það væri öðruvísi störf sem að þar komu, að þá var svo margt sem kom í kringum það sem að raunverulega mildaði þetta högg sem að var á þessum tíma. Já. En ertu ekki samvinnumaður og einhver sagði mér að vera framsóknarmaður? Saknar þess að samfélögin eigi svona? Það nú lítið eftir að þessu, það útgerð náttúrulega þarna í næsta firði, í Skagafirðinum, þar ennþá samvinnu útgerð og svo það á Austurlandi og það mjög lítið eftir að þessu. Raunverulega þetta meira og minna horfið út úr atvinnulífinu. Saknar ég kannski ekki rétt að orða að sakna þess. Ættum við kannski að horfa til möguleika á samvinnurekstri á ýmsum þáttum sem við gerum ekki, við höfum ekki gert undanfarið 30-40 ár. Það alveg rétt hjá þér, ég sem að verið samvinnumaður og framsóknarmaður, það alveg rétt hjá þér, ég hef ekkert legið á því, ég hef verið það. Ég ekkert alveg viss það að þetta kannski endilega passi inn í nútíman, ég meina þetta, ég held að allavega ekki eins rekstur eins og þetta var, ég menn það þarf auðvitað að skoða, en við erum náttúrulega með hér bæði kjötvinnslur sem að voru í eigum KEA, eins og núna komið stórt fyrirtæki sem að sameinuðust norðlenska og kjarnafæði, reyndar inn í, en svo mjólkursamsalan sem náttúrulega stórt fyrirtæki hérna líka sem var í eigu KEA, og svo skulum við ekki gleyma því líka að KEA sem er svona fjárfestingasjóður, að hann á í rosalega mörgum fyrirtækjum og hefur hjálpað í mörgum fyrirtækjum að komast á lappirnar og á hlutafé inni, þannig að þeir að spila inn í atvinnulífi hérna. Ég ekkert endilega viss að gamli tíminn hafi endilega verið hagkvæmur og manni fannst ofta að KEA halda niður í ákveðnum hlutum, þeir voru það stórir, þeir gátu ráðið og ég held að það hafi ekkert verið neitt mjög jákvætt á stundum. Samvinnuhreyfingin, hún byrjaði náttúrulega sem grasrótarhreyfing og átti sinn svona æsku tíma, en svo þróaðist út í það að þetta kallað bara klíkuvæðast, ólíkarkistvæðast, það sem að kommissararnir í sambandinu hafa kannski meiri völd heldur en félagarnir í kaupfélaginu. Þetta svona þróun og kannski þeir eru komið þarna til 1980 og svo náttúrulega 1990 þá bara fellur sambandið. Þannig þegar ég að vísa til samvinnurekstrar ég ekki að vísa til eins og þetta var kannski á þessu tíma. Ég þekki Reykvíking sem bjó lengi á Akureyri, hann sagðist alltaf þegar hann var að koma til Akureyri þá horfði hann á þetta og sagði hér væri 40 manna borg ef ekki væri KEA, sagði hann, ekki mikill samvinnumaður þá. Við haldið niðri í samkeppni og öðru slíku, það mátti enginn vaxa nema KEA. Málið það að það alveg ljóst að þeirra svona stórir aðilar og sterkir aðilar eru á einhverjum ákveðnum stöðum, þá hafa þeir gríðarlega áhrif. Ég meina það var enginn sem að fór að brjótast eins og maður kannski var nú þegar í sambandi við kjarasamninga og einhverja samninga og svona annað. Ég meina það var enginn sem fór að fara eitthvað fram úr KEA.
Ég meina KEA hélt þessu svona ákveðni en sem sko samvinnu svona hugsjónin og það saman, mér finnst það alveg eiga erindi en manni finnst oft svona já, einhvern veginn það þróast út í kannski í aðrar áttir heldur en kannski hugsjónir raunverulega segja til en það var nú kannski líka sagt eins og við mig að vorum að ræða um sambandið og annað að þá sagði nú einhver góður samvinnumaður að ef að Hagar og þeir allar sem voru nú konum með hvað 70% af smásölu veltu í landinu, ef að það hefði verið sambandi þá hefði allt orðið brjála. Já, þannig að KEA og sambandi var gagnrýnt fyrir að væri stórt, en við erum komið núna með fyrirtæki sem hafa bara ekkert minni ítök. Það er náttúrulega orðið samþjöppun og fákeppni í sjávarútvegi og bara í öllum greinum í samfélaginu, þannig að ef það var stærð sambandsins var vandamála þá hefur það ekki leyst í nútímanum. Nei, bara en þessi fyrirtæki sem raunverulega urðu raunverulega sjálfstæð eða þannig og fór inn í þetta að þau hafa staðið sig mjög vel en það má reyndar segja, ég ekki allir sammála mér en ég held að við búum mjög vel í dag til dæmis í sambandi sjávarútveg, við höfum grætt á því á kvótakerfinu, það engin launung á því, við erum hér með 2 stærstu frystu og best búnu líklega í Evrópu eða ég vil í heiminum sem á Eyjafjarðarsvæðinu sem er náttúrulega frábært og bæði gott fyrir starfsfólkið og fyrir sem sagt fjörðin. Já, Eyjafjörður hefur grætt á kvótakerfinu og meðan aðrir landshlutar hafa tapað. Já. Það er ekki langt að fara, þú sér hann Aðalsteinn Árni í Framsýn, Húsavík var hjá mér í vikunni, að tala um sögu sjávarútvegs og kvóta í Húsavík og það sá kvóti hvarf á einni nóttu, 1. maí, þegar þú nefndi 1. maí, fór til Grindavíkur. Þannig að það var nú gárungarnir segja það að það hafi 2 barist um Húsavík, að það hafi verið Samherji og Vísir og Húsvíkingarnir treystu ekki Eyfirðingunum en þá fóru þeir út á Dalvík og byggðu þar upp. Já, það er oft þannig að fólk í Skotlandi treysti Brussel frekar heldur en London. Það er svona, og svo þegar þú ferð út á Hjallandseyjar þá er sagt að þeir treysti London frekar heldur en Edinborg. Þannig að það er oft svona að menn óttast mest, og þú nefndi til þess áðan sameiningar og það er mikill uggur á Húsavík að þetta endi allt hjá ykkur, að þegar það svona sameiningar verða og svo er það líka er verið að sameina sveitafélög þar og þá er kvartað yfir því að stærri sveitafélögin séu að loka sundlaugin í smærri sveitafélögum til þess að spara peninga og svona, þannig að í öllum þessum svona sameiningu þá er þessi svona togstreita og það er svona uggur í samfélaginu út af þessu á sama tíma og það er svona mikill hvati á því að auka sameiningar, stækka fyrirtæki, stækka verkalýðsfélög, stækka sveitafélög og svoleiðis. Hvernig, þú ert náttúrulega ekki góður aðstöð til þess verandi Akureyri sem að sogar þetta allt til sín því meiri sameiningar sem eru því sterkari verður Akureyri. Ég ætla nú að minna á það að hér á Akureyri var eitt stærsta sauðfjársláturhús á landinu. Það fór til Húsavíkur. Þannig að þar hefur verið sláturið og ég meina það tel ég hafi verið með nautgrip og svínasláturhús hér á Akureyri og ég held að þessi nýja sameining þýðir það að menn munu sérhæfa sig meira á stöðunum og ég hef trúað því að Húsavík verði nú kannski miðstöð lambakjötsins, við getum kallað þannig hjá þessu nýja fyrirtæki. Þannig að við höfum líka mist, en ég ætla líka að segja það að það er oft talað um það að stærsti staðurinn hann hirði frá þessum sem eru kannski aðeins minni. En við skulum ekki gleyma því að Húsavík þarf á Akureyri að halda og Akureyri þarf líka Húsavík að halda. Og alveg eins með Raufarhöfn hefur þessi staðir, ég meina það getur enginn sagt að eitt sé bara að græða, það er vegna þess að ef engin Húsavík eða Raufarhöfn væri, þá væri minnum að vera á Akureyri. Þannig að við skulum ekki gleyma að þessi byggð sem að við þurfum að standa saman, við höfum ekki alltaf verið eins og hundur og köttur og reyna að krafsa í augun á hverju öðrum vegna þess að það skemmir bara og byggðin, það er ekki til góðs fyrir byggðina. Þannig að ég segi oft við Húsvíkingar, ég meina, við þurfum á ykkur að halda og þið þurfum okkur að halda.
Við skulum hætta að slást það hvort að þetta starfið eigi að vera hér eða þar, vegna þess að núna komin göng, ég meina það meir það að fólk sé að vinna á Húsavík heldur en hérna frá Akureyri heldur en var, og bara frábært. Ég meina, ef við stöndum ekki saman í þessu, þá bara flosnast eitthvað upp og þá erum við ekki að halda byggð í landinu sem við viljum ekki hafa það. En svona, nefndum áðan samvinnu og félagslega rekstur sem var á Akureyri og svona, ef að sambandi væri og samvinnuhugsunin hefði verið lifandi og upp á sitt besta og bæjarpólitíkin upp á sitt besta, þá hefðu íbúi í Akureyri haft tölverð ítök í raunverulega þróun byggðarlagsins í gegnum, ekki bara verkefnisfélagið að leggja fram kröfu sínar og þetta líka í gegnum kaupfélagið og verslunarrekstur og atvinnuuppbyggingu og í gegnum bæjarfélagið sem tók þátt í atvinnuuppbyggingu. En núna í dag að þá íbúi á Akureyri kannski býr við það að það kemur ekkert að þessum ákvörðunum nema í gegnum verkefnisfélagið. Og svo ef við förum kannski til Húsavíkur að þá það sem áður var bæði kannski öflugri stjórnsýsla heldur en núna, en líka fyrirtækin það teknar ákvarðanir framtíð Húsavíkur innan Húsavíkur. Nú eru teknar ákvarðanir framtíð Húsavíkur í Þýskalandi. Það verður teknar mjög stóra ákvarðanir þar og var tekið ákvarðanir að loka Bakka tímabundið. Og svo framvegis teknar ákvarðanir í Akureyri og í Reykjavík og guð má vita hvar. Þetta töluverð svona breyting á samfélaginu og svona stöðu borgarana bara í samfélaginu við þurfum eiginlega að taka framtíðinni eins og hún færð okkur, frekar heldur en að það sé sameiginlegur svona vettvangur þar sem að við erum að tala það hvert við viljum fara. Það alveg rétt og ég meina við kvörtum til þess undan því hér á Akureyri að við séum orðið svolítið, það ekki mörg fyrirtæki sem með höfuðstöðvar hér á Akureyri. Ég bara, man eftir bara eins og Samherji, við munum til Höld, við munum eftir Frost og svona ýmsum þessum fyrirtækjum og náttúrulega sem eru fá en það aðalega orðið útibú. En ég ekkert endilega viss það að það hefði verið til hagsbóta fyrir íbúa hér við Eyjafjörð, því ég horfi nú alltaf á Eyjafjörðina því að það félagsvæðið okkar að ég ekkert endilega viss það hefði verið til hagsbóta að þetta hefði allt verið í svona þröngum höndum eins og þetta var. Ég ekkert viss það að Akureyri væri eitthvað öðruvísi heldur en En Björn, ég verið að grípa fram, þetta alveg jafn þröngum höndum, þetta jafnvel í færri höndum. Þannig að valdið er samþjappara í dag heldur að vara á þessum árum. Það má segja en kannski, en ég ekkert endilega viss það að það var engin launing á því að þegar að Akureyrarbær var með til útgerðarfélagi Akureyringa að þá munaði alveg hársbreidd þegar sveitarfélagi var aðili að því að það yrði öll vinnsla sett út á sjó. Þá var það samt Akureyrarbær sem átti það. Það var bara framkvæmdastjóri fyrirtækisins Guðbrandur Sigurðsson sem fékk leyfi til þess að pröfa. Og ég meina, ég horfi þarna var bærin raunverulega að ætla að fara að gera þessa hluti því það var hagkvæmara þá að vera með út á sjó. Þannig að ég tæki, Þú ert að segja það, Björn, að það reyndist ekki vera vörn í því að það væri í félagslegum rekstri, að það væri í eigu sambandsins eða bæjarins. Það reyndi þetta var bara rekið eins og hvort annað businessfyrirtæki. Það vil ég meina að hafi verið og þannig ég ekkert endilega, auðvitað saknar maður þessara stór fyrirtækja og það alls saman, en það var bara þannig að það var skal ég segja bara hvað maður segja, þetta var, það voru á fáir í þessu sveitarfélagi sem að tóku ákvarðanir í þessu þremur stóru aðalega og sambandinu. Það má alveg rétt að við erum með mikið útibúum sem frá fyrirtækjum í höfuðborginni sem taka kannski ákvarðanir sem slíkar og það sem meiri svona, fjarlægð en það margt mjög flott að gerast hérna á Eyjafjarðarsvæðinu. Já. Ég alls ekki að tala það, ég nú bara að tala svona eðli samfélagsins, hvort að, því að það náttúrulega þannig og það segir mér fólk sem að reyna að stofna samvinnufélög að það eiginlega vonlaust í dag, það eiginlega bara öll reglugerðinni þannig að það eiginlega bara gert ráð fyrir að fólk sé með rekstur sem að arðbær. Það erum með til dæmis, það í gangi umræða ofurgróða bankana, sem er náttúrulega stjarnfræðileg og bara miklu meiri
hlutfallslega miklu fleiri peningar sem enda sem hagnaður í bankunum í íslensku samfélagi heldur en nokkur öðru samfélagi. En svo með nefnda menn já, svo þetta að vera samfélagsbanki, en það nefnt bara eins og eitthvað svona kjúrjósa svona út í horni sem að væri, þú veist, en raunverulega ekkert í umræðinni, sko. Þú veist, það engin svona undirbúningur af því, það engin alvöru hvati í því, það eins og við höfum bara yfirgefið möguleikann að geta verið með eitthvað slíka rekstur, einkareksturinn, hagnaðardrifinn einkarekstur, það það sem að drífur sama samfélagi, það það sem að skilar okkur besta samfélaginu. Og ég bara stundum að velta fyrir mig sko hvaðan þessi sko fullvissa kemur sko, það þannig að við höfum reynt félagslega rekstur og komist að því hann bara virkar ekki og þessum ætlum við bara að hafa hagnaðardrifinn rekstur og séum á leiðum til Bandaríkjanna sem fyrirmynd og ég bara man ekki eftir því að ég búin að búa hérna lengi, þá til láti eins og þú sitt svona rosa gamall, þá ekkert mikið yngri en þú. Ég man bara ekki eftir sko þjóðfundunum það sem þetta var samþykkt. Nei, en það svo skemmtilega til að við hér í Þingeyjarsýslu og hér í Eyjafirði við eigum 2 sparisjóði sem náttúrulega saman, þannig að sparisjóð Þingeyinga og sparisjóð Höggfirðinga. Þannig að þar reknir svona smá sem kannski nær fólkinu heldur en svona þessi stóru bankar sem að við þekkjum. En ég býstu það sé mjög erfitt og svo líka bara því miður og mér finnst það að vera bara í þjóðfélaginu og bæði hvernig það innan verkalýðshreyfingar en eitthvað að mér finnst þessi sér hagsmunastefna, mér finnst hún vera að ná meiri tökum á fólki heldur en var. Ég meina samkenndin, mér finnst hún bara vera á undanhaldi, það bara eins og mér finnst oft vera að menn bara segja bara sko, mér kemur ekkert við hvernig náungi við hliðina á mér hefur það sko, ég meina ef ég get bara haft það nokkuð gott sjálfur sko. Það var samþykkt á þessum þjóðfundi sem ég man ekki eftir að það var samþykkt að besta leiðin til að byggja upp samfélag var hver hugsaði sjálfan sig. Ég bara man ekki eftir hvernig þetta var teknist ákvörðun þetta sko. Því að mín reynsla svo að þetta bara ákvörð ekki þannig sko. Já, ég meina það bara sko til þess að halda upp í þjóðfélagi þá þurfum við náttúrulega að vera svolítið samstillt og ég meina hvernig það og innan verkalýðshreyfingarinnar til dæmis, ég meina samstaða það skilar árangri en sundrung þýðir bara það að við stöndum höllum fæti þannig að samstaðan og samhjálpin það eitthvað sem að ég allavega horfi á sem lykillinn að góðu samfélagi en mér finnst allt og mikið það að menn eru konur yfir á hina línuna. Já. Herðu, og það hefur vaxið á þessum mikið á þessum 40 árum sem ég er búin að vera í þessu. Já. En ég ætlaði að draga það aftur 40 ára aftur í tíman. Þá verkalýðsbaráttan, þá mikil verðbólga og þá kannski það má eiginlega segja að þá sé verkalýðshreyfingin eiginlega koma út úr svona átakatíma. Það var mikill átakatími á 80. áratugnum, mörg stór verkvöll, mikil en þarna eiginlega sko má eiginlega segja að hinn almenni vinnumarkaður sé að róast en hins vegar eru framundan, ef við horfum frá 82, framundan eru stór verkvöll opinberra starfsmanna og síðan kennara og annað slíkt. Nú heyrir maður stundu sagt að í gamla daga hafi verið harðar barist og menn hafi verið ódeigari við að fara í verkvöll. Finnst þér þú horfum tilbaka að svona aðferðirnar, hvernig verkalýðurinn sækir fram kröfur sínar, að það hafi breyst, voru menn ákafari, voru menn baráttuglaðari þá, sáu jafnvel sko tilgang í verkfallinu í sjálfum sér, að þetta væri átök það hver réði í samfélaginu, að verkalýður þyrfti að sýna afl sitt með því að leggja niður vinnu til þess að láta vita af því að það raunverulega verkalýður sem drífur þetta samfélag áfram. Sko, ég held að breytingi sem búið að vera, hef verið svo að sem sagt að þegar menn fóru í aðgerðir á þessu tíma að þá var það þannig að menn voru ekki sko alveg í algjörum sko það voru ekki greiðslukortin, það voru ekki fyrirfram allt búið. Í dag sem sagt þetta hjá okkur, hvernig lífstandardin hjá okkur að hann að raunverulega að sem sagt að þýða það að fólk vill síður fara í aðgerðir heldur en var á þessum tíma. Fólk hafði minna, bara það var sem sagt svona
dagurinn í dag og menn voru svona, já sko það hefur kannski mjög segja minna að tapa og þeir gátus kannski staðið aðeins í staði en mér finnst þetta hafa svona, en sko ef að þarf á að halda þá fólk tilbúið í dag, þannig ég ekki að segja það, en sko ég held að það sem það var svona kannski öðruvísi kröfugerðir voru byggðar upp með allt öðrum hætti heldur en kannski þetta gert í dag. Þar var svona meira eins og einhvern tíðan hefur orðað það þannig, menn settu þetta rosalega hátt og svo runnuður á rassinum svona eitthvað niður brekkuna og svo komist eitthvað. Mér finnst miklu meira nær setja það sem að menn halda þeir munu ná og það er allt þetta sem þetta Mekkano og allir þessi fræðingar og annað sem í dag, að það svona, það kannski markvissari finnst mér kröfugerð í dag heldur en var kannski á þessum tíma. Já, það kannski samningarnir núna síðasti sem við kalla lífskjarasamningurinn og samningurinn 2015 að það séu betri kjarasamningar heldur en að menn voru að gera þarna á 9. áratugnum fyrir þjóðarsott. Já, sko það var raunverulega náttúrulega á þessum tíma, var náttúrulega eins og nefndir áðan með verðbólguna, ég meina þetta var náttúrulega svakalegt, ég meina þú varst ekki búin að fá útborga þegar úr kjarasamningum kannski í verkvöllum og búin að tapa þar launum og það var ekki orðin sinni sko útborga þegar það var búin að raunverulega taka þetta allt tilbaka, þannig að þetta var eilíf barátta, ég bara sem dæmi sjálfa mig, ég meina að ég man þetta 1980 þegar ég kaupi lítilla raðhúsíbúð eða fókelda og ég man að ég tók 2 milljónir þá í lán og til 5 ára, 10 afborganir og svo kom nú krónan eitthvað og þegar síðasta 10. afborgunum var þá borgaði ég 20.000 eða í raun 2 milljónir, það var síðasta afborgunin af láninu og þessu tíma vann maður náttúrulega eins og skepna og til þess að fara ekki á hausinn, það var bara þannig. Ég segi bara það að ég myndi ekki vilja sjá nokkra aðila eins og þessi kynslóð sem þarna var og lenti í þessum verðbólgudæmum, rosalega væri það slæmt ef þetta færi á stað aftur þessi verðbólga. Það versta sem getur gerst og það versta sem getur gerst sérstaklega fyrir lánunafólk, það að verðbólgan fari úr böndunum. Já. Það eru menn innan ykkar aða sem hafa bent á það að nú verðbólgan virkar þannig að hækka verðbólgan og þá hækka lánin og þá hækka greiðslubyrðin, þannig að ef að þú ert ungur verkamaður, verkakona eða verkafólk með mikla skuldir út af húsnæðiskaupum að þá getur sko verðbólgan lamiði ansi hart niður. Já, það líka ef að menn með óverðtryggð lán og vextir hækka rosalega mikið, þá þarftu líka eiga borð fyrir báru til þess að taka skellinn strax. Þannig að þetta getur verið spurning kosti og galla. Já. Þú talar að það veri mikla framfarir, að það sé lífsskilyrði og starfskjör verkafólks í dag séu miklu betri heldur en var fyrir 40 árum. Það er, og skulum ekki gleyma því að á þessum 40 árum búið að ná alveg gríðarlega miklum og mörgum réttindum fyrir fólk. Ég meina, menn gleyma stundum þeim hluta sem að fólk hefur samið alls konar réttindi. Ég meina sjúkrasjóði, ég meina bara allt mögulegt sem að hefur komið inn í samninga sem að sumum finnst bara spurningin að það bara spurning hvað samið í krónum. En hvað að margir félagar okkar sem að lenda í hinum ýmsum áföllum, ég meina það alveg ljóst að til dæmis sjúkrasjóði stéttarfélagana það hefur aldrei verið eins meiri ásókn eins og núna á síðasta árið allavega hjá okkur, en bara það er svo mikið af réttindum sem hafa breyst, sem hafa batnað, við sjáum til dæmis bara eins og Virk, Bjarg, sjúkrasjóði og fleira og við erum alltaf að tryggja þetta net. Og líka hefur okkur tekist ágætlega eins og nefndir áðan í sérstaklega 2 síðustu samningum að ná upp og sérstaklega þá hugsunin sem að hefur verið að reyna að ná meiri til þeirra sem eru lægri. Það er ekki alltaf, mér finnst sumir tala þetta á hátíðis og tyllidögum að menn þurfa að gera þetta en svo þegar alvöruna kemur að þá er ekki þarna raunverulega mikið á bakvið. Mér finnst allt og mikið það að sérstaklega þeir sem eru hærra launaðir að þeir vilja þessar svokölluðu prósentur, við hinum viljum fá krónutölu, að það kemur betur fyrir láglaunafólkið og ég lít á þannig að réttindaramminn sem enginn man eftir hvaðan kemur, við höfum stýrt hann alveg gríðarlega
en það líka það sem að við erum núna á hverjum einasta degi að verja, vegna þess að það reynt að taka það af okkur, bæði atvinnurekendur og ríki og fleiri. Þannig að við erum í eilíðri baráttu og það allt of mikið það að fólk hugsa ekki þennan réttindapakka sem að getur bjargað því eitthvað kemur á. Ég glætti við að þú færið hérna Friðrik Jónsson, formann BHM hérna eftir, þannig að þú getur skammað hann fyrir að heimta prósentur, því að það hérna, hann hefur lýst í yfir að nú sé komið nóg af því að krónutöluhækkunum og að lyfta upp hinni lægslaunu, að betur settu hafi setið eftir og nú sé komið tími á prósentuhækkanir. En hérna hann þarf náttúrulega að sinna sínu starfi, hann náttúrulega formaður fyrir fólk sem með hærri laun og ég meina það kemur betur fyrir þá að fá prósentu, en þannig að hann bara að sinna sínu starfi. Já, við skulum taka eitt hring af því eftir þegar hann mættur. En af því að þú ert að tala svona auki réttindi og það sem að sömuleyti eru það sem að þú bendir til, sjúkrasjóður, bjarg og eitthvað fleira, eru viðbrögð við það að það hefur verið brotið niður hið opinbera öryggisnet sem að var áður. Og ef við ætlum svona einfalda söguna, þá kannski á síðustu öld, fram eftir síðustu öld, verkalýðshreyfingin að gera kröfur að hér verið byggt upp samfélag þar sem að alþýðamanna getur lifað sómasamlegu lífi, það byggt upp grunnkerfi samfélagsins, ókeypis gjaldfrjáls heilbrigðisþjónusta, menntakerfi og þar fram til götunum. En svo þegar við erum komin inn á tíman, eiginlega þinn tíma, þú eiginlega kemur þarna inn eiginlega í svona fæðingarhríðum nýfrjálshyggjunnar, hún eiginlega boðuð í kringu kosningarnar 79, eða ekki, lyftir svo gegn verðbólgu, eða 78. Það eiginlega svona fyrsta skipti sem hún bara mæti til sviðs og það bara rétt áður en að þú kemur til leiks. Svo þá þetta brotið niður, það verkamannabústaðakerfið eyðilagt og dregið úr félagslegu leigu íbúðunum og öðru slíku, það komin gjaldtaka inn í heilbrigðiskerfið og þú veist það verið að grafa niður og þá varnarbarátta verkalýðshreyfingarinnar að búa til svona öryggisnet til hliðar. Þetta endilega rétta leiðin? Ekki réttari leið að verkalýðshreyfingin gerir bara kröfu það að við viljum bara fá almennilegt opinbert öryggisnet? Jú, ég tel nú reyndar að verkamannabústaðakerfi það hafi verið mikil mistök að leggja það niður. En hvað gerðist? Það var það að þetta fór út á markaðinn. Ég meina, það var einhver smá aurar sem vel gott fengi út úr og það var spilað inn á það. En ég meina, okkur hefur ekki tekist að fá ríkisvaldið til þess að sinna kannski alveg nógu vel þessum málum. Þess vegna fórum við sjálf út í það að reyna að koma þessu almennilega á koppinn. Bjarg náttúrulega bara hugsa til þess að reyna að koma einhverju viti fyrir pólitík og annað og þeir hafa reynda að sé að þetta að gefast vel og ég trú á því að þetta muni hafa áhrif til eins betra. Það meiri peningur að fara inn í þessi kerfi, en það bara oft þannig að verkalýðshreyfingin og oft það aðilar vinnumarkaðarins eins og með virk og fleira, að það þarf að hafa frumkvæði. Okkur tekst kannski ekki að geta selt stjórnvöldum þetta eða þeir eru bara í bakkirnum og þá oft að við þurfum að sýna þeim að þetta hægt og þá koma það stundum á vagnin. En áður, ef við horfum aftur tilbaka, þá voru oft fulltrúar verkalýðshreyfingarinn inn á þingi og þá voru kannski orustan þessi mál var inn á þingi, en núna bara, það einn af kennisetningum nýfrjálshyggjunnar að verkalýðsfélög eigi bara að sjá kaup og kjör og vera þarna og ekki skipta sér að pólitíkinni sé eitthvað allt annað og það afgreiður í kosningum. Getur þetta verið að þessi rof þarna á milli? Ég getur spurt, þú veist, af hverju situr þú ekki á þingi fyrir Framsóknarflokkinn? Já, ég hef nú reyndar aldrei einhvern tíma dreymdi mér það að gera eitthvað svoleiðis en það var nú löngu dáinn sá draumur en málið það að ég hef ekkert séð það að inn á þessu háa alþingi hvort það eru fulltrúar verkalýðshreyfingarinnar eða einhverju formenn einhverju félaga. Mér finnst alltaf þannig að þegar fólk komið í stjórn þá var löngu búið að gleyma því hvað það sagði áður þegar það var í stjórnarandstöðu. Ég sé engan mun á því og ég sé ekki að það myndi breyta henni mjög miklu þó að einhverju færi inn á þing sem var í svona stéttarfélögum. En við þurfum alltaf að skipta okkur af og við þurfum alltaf að hafa aðhald. Við þurfum að hafa aðhald á pólitíkina. Við eigum ekki að sleppa þau með því að þeir geti hunsað okkur. En stundum erum við bara svo ósammála og þá spilar pólitíkin á það. Og það það sem við þurfum að læra betur og hefur gengið illa á þessum 40 árum. Það það að ef við getum þrýst á
það hefur stundum tekist og þá gengið vel, þrýst á stjórnvöld vegna þess að þeir vilja ekki fá verkalýðshreyfinguna upp á móti sér í einhverjum slag vegna þess að þeir óttast það, en ef við erum sundruð og tölum ekki í sama rómi, þá hafa þær engar áhyggjur af okkur. Spilaðir á það. Já. En þegar þú horfir á þennan tíma, þessi 40 ár, þá eru sigrarnir í samningum við vinnuveitendasambandið og seinna Samtök atvinnulífsins virk og sjúkrasjóðu og annað slíkt. Það er erfitt að benda okkur að sigra gagnvart stjórnvöldum, eða er það kannski núna síðast í lífskjarasamningnum með eilitlar skattabreitingar, örlitlar lagfæringar á eyðileggingu nýfrjálshyggju á skattkerfinu. En það er ekki margir sigrar svona gagnvart sem að við getum talað sem svona mótun samfélagsins, að þá á ég við svona ríkisvaldið og opinbera rekstur. Já, ég tel nú að við höfum nú náð mjög mörgu. Ég meina það verður örugglega ýmislegt í sambandi við greiðsluþátttöku, í sambandi við álög sem að er á okkar fólki. Það myndi vera hærra ef við hefðum ekki beitt þrýstingi. Það hefur alltaf verið það hefur gengið misvel með gagnvart ríkisstjórnum. Það er alveg klárt og ég einhvern veginn hef það á tilfinningunni að okkur hefur ekkert gengið endilega mikið betur þegar vinstri flokkarnir hafa verið við stjórn heldur en hinir, vegna þess að við höfum kannski búist við meiru frá þeim heldur en frá hægri flokkunum. Þannig en við höfum náð stórum sigrum þó að kannski svona smátt og smátt. Þannig að ég vil meina það að við höfum haft gríðarleg áhrif á það sem að það hefur náðst, og ég saknaði svolítið. Mér finnst eins og önnur stór sambönd eins og sem að hefur verið, það er reyndar komið aðeins inn í núna. Mér finnst ofta gegnum tíðina þá er það Alþýðusamband Íslands sem að hefur átt að ná sigrónum og hinir hafa bara að hugsa sér, við ætlum bara að semja kaup og kjör. Þannig að megin þrýstingurinn, megin aflið sem hefur notað á pólitíkusuna hefur verið frá Alþýðusambandi Íslands en kannski ekki öðrum samböndum. Það hefur mér fundist oft vanta. Það reyndar að koma núna meira inn í þetta síðustu árin, en það var þannig að þetta var svolítið tómahljóð í sambandi við það sem að sneri að innum almenna bara Íslendingi að þrýsta á Já, ég máttu við að félögin sjálf móti kröfur á hendur ríkinu, að það sé ekki bara skilið eftir handa ASÍ. Er það sem þú meina? Það sem ég að meina er það að ég myndi vilja það að eins og hefur verið að gerast kannski núna síðustu árin, að menn hafa verið svolítið saman í því hvað ætlarinn að sækja á ríkið. Það var ekki þannig áður. Menn voru bara, ég vildi meina BCB og BHM og allir þetta, þeir voru svolítið stikkfrí út af þessu og Alþýðusambandið átti að sjá þetta, en sem betur fer þá hefur þetta snúist þannig, þetta hefur komið inn, og ég tel að á þessum 40 árum sem hafi verið að það hefur verið við höfum haft gríðarleg áhrif á það sem gert, það menn hafi ekkert farið oft þvert á okkur í sínum ákvörðunum þó að það hafi svo sem gerst, en við höfum oft komið að ná því tilbaka aftur. Herðu, Björn, ég þakka þér fyrir að gefa tími í að fræða mig verkalýðsbaráttu síðustu 40 ára og þróunin á Akureyri og annað slíkt. Þetta er breyting, kannski það sem hefur alltaf verið framfarir, því að tíminn kemur alltaf og við vitum ekki hvaðan framfarirnar koma. Það getur verið tækniþróun og hefðu komið hvort sem þóttu við förum aðra leið. En það er einhver samfélagsleg hnignun sem í þessu. Það er útibúvæðing staðana, það sem ákvarðanir teknar annar staðar. Það er ótti verkalýðsins við að fara út í átök vegna þess að það er fast í bundið í skuldbindingar sem að koma hver mánaðamót og það er kannski verið eftir næstu 40 ára að snúast uppbyggingu félagslegra gilda inn í samfélaginu. Mér finnst reyndar, og ég held að þetta COVID, 2 ári COVID, ég held að það verður svolítið tími þangað til við náum upp þessum félagslega dæmi, vegna þess að það er rosalega, mér finnst alveg hundleiðilegt, við höfum verið duglega að halda hér vinnustaðafundi og annað, að vera að halda þessa fundi með trúnaðarmönnum og annað á Teams endalaust, mér finnst þetta, maður þarf að vera í nándinni, en svona gaman að því maður er búin að vera svona lengi í þessu. Ef ég myndi hugsa tilbaka þá myndi ég ekki sé eftir neinu tíma sem ég farið í þetta. Nei. Og ég myndi alveg verið tilbúin að taka þetta aftur. Ég mætti vera. Já.
að þú horfir tilbaka yfir ævistarfið þitt og þér finnst þú hafa gert gagn, þú ert ekki einn af þessum, ég held að veri gert könnun á því í Bretlandi, það voru 36% af fólki sem upplifði það starfið sem það gegndi væri tilgangslaust. Þú ert ekki einn af þeim. Nei, það er langt frá því sko, en sko vera formaður í stéttarfélagi, það ekki bara vinna, það áhugamál og það á enginn að vera formaður í stéttarfélagi sem hefur þetta ekki áhugamáli sem sagt og raunverulega að vilja berjast fyrir því sem það þannig að þetta hugsjón, þú átt ekki að vera í þessu ef þú ert ekki með hugsjón fyrir því sem þú ert að gera. Það bara númer 1, 2 og 3. Þetta ekki venjuleg vinna og svo náttúrulega fyrir þá sem ætla sér að taka hafa áhuga á því að vara formenn í verkalýðshreyfingunni þá þetta ekkit endilega, ef menn ætla að vera eftir á vinsældalistanum þá ekkit endilega besta starfi vegna þess að þú þarft að vera umdeildur, þú þarft að taka oft erfiðar ákvarðanir og fyrir það að þá held ég að fjölskyldaðin sé ekkit rosalega ánægð með starfið í sambandi við fjölskyldulífið. Finnst þið vera meiri harka núna en áður? Nei. Þetta öðruvísi en ekkert meiri harka. Í mínum huga hefur alltaf verið þannig að maður hefur ekkert ofsalega mikið út úr því að standa á öskri. Það samræðan, það að ná sáttum og með því að vera í rólegheitum, að vera átt á torgum og öskra, þú nærði ekkert meira árangur með því. Herðu. Þakka kærlega fyrir Björn, þú situr hérna áfram en við ætlum núna að bjóða nýtt fólk inn í vinnuskúrinn, Drífa Snædal, forseti Alþýðusambandsins hér, Friðrik Jónsson, formaður BHM, nýkominn inn í vinnuskúrinn, hafði verið í göngu með hundana sína, Guðmundur Hrafn Arngrímsson, formaður stjórnar samtaka leigjenda á Íslandi, hann hérna líka. Verið öll velkomin. Áður við förum í fréttir vikunar, þá það tvennt sem að ég vildi svona bera á borð úr samtalinu við hann Björn. Það einhver auka hljóð. Eitt af því sem að hann var að tala var krónutöluhækkanir eða prósentuhækkanir. Og það hefði náðst mikill árangur á síðustu árum með því að lyfta upp hinum lægst launuðu. Og hann vildi halda áfram á þeirri braut. Friðrik, þetta ekki góður söngur í þínum eyrum? Nei, ekki fyrir mitt fólk. Fyrir þá sem að krónutöluhækkanir duga vel fyrir, þá það náttúrulega sjálfsagðar. En að einblína eingöngu á þær og í raun og veru kannski síðustu samningar sýndu það svolítið vegna þess að launatöflur í flestum BHM-samningu voru síðan þannig að nafninu til voru samningarnir krónutöluhækkanir en síðan inn í launatöflunum endurspegluðust í reynd ákveðna prósentuhækkanir. Þannig að þetta var svona ákveðin, ég segi kannski ekki leikarskapur, en samt. Það þannig, það ekkit óeðlilegt að horfa til krónutöluhækkana á lægstu laun. En þegar þú kemur upp ofar í skalan, þá vandast málið. Þá þetta ekki krónut, það ekki hægt að ef að þú lætur þetta að fara sem prósentur upp skalan, þá það náttúrulega ekki krónutuleikanir, þá þetta bara... Nei, þarna þarf að finna oft einhvern gullin meðalveg og þú veist, þegar þú ert komin til dæmis yfir segjum 500.000 í laun, 500-600.000 í laun og þá byrja jaðarskattaáhrifin eða þá eru jaðarskattaáhrif jafnvel farin að koma að fullu fram. Og þannig að þá eingöngu að halda sig við krónutöluhækkun og svo metur þetta við kaupmátt, þú metur þetta saman við afborganir lána sem eru alltaf á prósentum en þá töluvert mikið verðtryggð þannig að þá krónutöluhækkunin ekki að duga til þess að þú haldir þig einfaldlega í réttum bara í sama kaupmætti frá upphafi til loka samnings. Það staðan hjá mörgum okkar sem við horfum fram á í mars á næsta ári þegar samningstímabilinu lokið og í ljósi verðbólguþróunar, við talum ekki núna, að þá eru kaupmáttur ef þú hefur ekki fengið neina launaþróun aðra heldur en þá sem í kjarasamningi og í launatöflu, að þá eru kaupmáttur þinn orðið lélegri heldur en það var við upp á samningsins. Upplifir þú það, Friðrik, að svona kjarabarátta Björns og Drífu séu að halda þínu fólki niðri? Hvað þetta varðar á ákveðnu marki, þetta snýst náttúrulega það við reynum að finna einhvert ásættanlegt jafnvægi og ég held að sé líka fullt tilefni til þess að horfa út fyrir ramma
bara launatöflum. Það margt annað sem skiptir máli. Verkalýðshreyfingin til þess að tala húsnæðismálin núna. Við þurfum að tala áhrif jaðarskatta. Við þurfum að tala skattlagningu almennt. Núna í kjölfar heimsfaraldur og sko nú og ekki en í ljósi ástand í öryggismálum, þá fylgir því kostnaður fyrir þjóðfélagið og það nokkuð ljóst að, hvað við segja, breiðu millistéttabökin og efri millistéttabökin, þau ber ekkert meiri skattheimtu. Það þarf að taka það einhvers staðar annars staðar fram. Ég myndi þá kannski horfa frekar til fjármagnsins. Drífa, það þarf að sameina einhvern veginn þróunina, kannski vilja jafnaðarmenn bara hafa krónutöluhækkun þá hvernig allir eru með jafnir? Já, það kannski áhugavert að heyra Friðrik sko sem að segja náttúrulega að það voru prósentuhækkanir í BHM samningunum síðast. Þó að það hefur verið samið krónutöluhækkanir og þá breyttu launatöflunni þannig að þessi voru með hærri laun fengu í raun prósentuhækkanir. Þannig að það kannski ekki alveg sanngjarnt þessi mynd sem dregin upp að allir hafa fengið krónutöluhækkanir síðast. Aðeins varðandi það að þá það náttúrulega sko það sem við semjum í töxtunum og ástæðan fyrir því að við leggjum ekki svona mikla áherslu á textana að lægstlaunaða fólkið háð töxtunum, miklu meira heldur en millitekjufólki sem að semja jafnvel markaðslaun eða hefur möguleika á að semja eigin laun. Þess vegna skiptir svo miklu máli að horfa á textana og þá erum við í krónutölum af því að það bara gólfið sem við sættum okkur við í þessu samfélagi, enginn fari undir. Þannig að það verður svona viðmið fyrir lífskjör launafólks í landinu og þeir sem eru á textunum eru miklu háðari því að fá þessar hækkanir heldur en millitekjufólki sem hefur kannski aðra leiðir til þess að hækka launin, oft, ekki alltaf. Að því sögðu að þá langar mig líka að tala það að eins og Bjössi fór inn á áðan að þetta fjallar ekki bara krónur og aura. Ég held að þegar upp staðið að þá hefur millitekjufólki ekki borið skarðan hlut úr síðustu kjarasamningum. Þegar allt talið, skattalækkanirnar sem fylgdu, vaxtalækkanirnar sem fylgdu, sem að létti byrðina á þeim sem gátu skuldsett sig, sem millitekjufólkið, með hærri skuldir heldur en lágtekjufólkið hefur möguleika á að skuldsetta sig fyrir. Þannig að ef við horfum í þær kjarabætur að þá ég þess fullviss að millitekjufólkið hafi ekki borið skarðan hlut frá borði hvort sem við tölum krónur og prósentur. En ég held fast við það að sko krónutöluhækkanir í töxtum setja viðmiðin fyrir samfélag launafólks á Íslandi og auðvitað þar einblína það. Þetta óþægilega umræða, Friðrik, það virkir svolítið svona eins og sem var ásaka BHM að halda niður í láglauna fólki, eitthvað svoleiðis. Mér finnst umræðin ekkert óþægileg, mér finnst stundum samt sko eins og hvað var greinin frá Flosa daginn, af hverju þeir illa við láglauna fólk og það reynt að setja þetta upp í eitthvað svoleiðis búning sko, sem bara ekki hvorki sanngjarnt né rétt og það eiginlega dreifir athyglinni frá því sem við þurfum að vera að tala sameiginlega. Svo ég bara segi það. Hvað það sem að þið eigið að tala sameiginlega? Það þannig að til dæmis kröfur á ríkisvaldu lagfæringar á kerfunum, til dæmis að koma til móts við þá hópa sem að standa illa, einstæðir foreldrar, börn á fátækum heimilum, innflytjendur, leigjendur og eitthvað fleira. Námsmenn og svona sem að, því að það segjum sér, því að við erum búin að eyðileggja svolítið öryggisnetið okkar, það bara þannig. Og þá sitja eftir svona hópar og það kannski það bara óraunhæft að við hækkum launin þangað til að allir geti lifað án þess að þurfa á öryggisnetinu að halda. Þannig að ef við ætlum ekki að sprengja alla launaskala hérna, að þá verðum við að gera gangskur í því að laga öryggisnetinu okkar. Gæti BHM tekið þátt í því með ASÍ og BSRB? Sameiginlegar kröfur, kennarasambandið. Við erum að tala um það, við þurfum að horfa á veikindaréttin, við þurfum að horfa á veikindaréttur, orlofsréttur, lífeyriskerfin, við þurfum að ræða til dæmis það hluti eins og til dæmis stærstu lífeyrissjóðirnir eru öflugustir reyndar hinnir opinberu sjóði og á lífeyrissjóðinu sem hvílir skylda umfram sem á velta fyrir sér á það að vera á lífeyriskerfinu til dæmis hvað varðar örorku og annað, erum við með inn í lífeyriskerfinu
hluti sem ætti að vera hluti af almannatryggingum, þetta hluti sem við þurfum að skoða. Við þurfum líka að skoða og gætum eflaust sammælst það. Það eru vandkvæði til dæmis í fjármögnun opinberrar þjónustu. Það sem til dæmis blasir við hjá bæðinni hjá okkur í BHM og líka hjá BSRB og einhverjum reyndar ASÍ-félögum líka. Það vandamáli varðandi fjármögnun sveitarfélaganna og hvernig og kennarasambandi, ef ég má skjóta inn, sko kennarasambandi, þetta náttúrulega lítur að vera bara risaatriði á þeim, því að fjársvelti sveitarfélagana aftrar því að grunnskólarnir til dæmis getið þróast eðlilega. Já, og þar kemur akkurat til dæmis á gömlu og góðu sígildu slagorð í BHM mat á menntun til launa, að það eru akkurat kennararnir sem eru upp til hópa eða stærsti hluti starfa hjá sveitarfélagunum, eru að meiri hluta til stór stétta sem meiri hluti starfandi eru konur, krafa menntun og sérfræðiþekkingur, það kalla á 5 ára háskólan og núna það að lágmarki standardinn og það ekki greitt til samræmis, launin í engu samræmi við þetta. Og það þarf að meta þarna, hjá kennurum virkilega þarf að meta menntun til launa, það þarf að hjálpa sveitarfélögunum í það að geta borga kennurum réttmætt laun fyrir það álag og framlag sem þau koma með til samfélagsins, en þá fjármögnunarmódel sveitarfélagana gengur ekki upp. Við þurfum að taka samtal þetta. Drífa, það var hitt atriði sem að Björn nefndi sem að var að ASÍ hefði haft forystu svona samninga innan gæsalappa við stjórnvöld að knýja á breytingar á grunnkerfum samfélagsins, en hann vildi að væri meiri afl í því, að félögin tæki þetta líka. Spurning hvort að þetta eigi verið að víðtækara, hvort að sé þetta búa til einhverja kröfur verkalýðshreyfingarinnar með BHM, BSRB, kennarasambandinu og ASÍ. Þetta kannski stærstu málin sem eru framundan að lagfæra grunnkerfin þannig að við missum ekki svona stóra hópa, þetta ekkert smáraðis hópar, það fátækt eftirlaunafólk eru fjölmenn, öryrkjarnir, leigjendurnir, unga fólkið í baslinu, barnafjölskyldunar, þetta eru orðnar það eru svo margir sem við getum bent til bara í næstu löndum sem að njóta miklu betra öryggis í lífinu. Verður verkalýðsbaráttan þarna að einhverju leyti á næstunni og kannski komandi ekki samningum? Já, verkalýðsbaráttan hefur alltaf verið þarna og á að vera þarna. Þetta með aðskilnað stjórnmála og verkalýðsbaráttu, ég hef aldrei skilið það því verkalýðsbaráttu er pólitík í eðli sínu og kjarabætur geta komið í ýmsum myndum. Við erum núna á því að það nú fulltrúi leigjendasamtökanna hérna líka, að við erum að hugsa mjög mikið það hvernig við getum létt undir núna, eða ríkið sem náttúrulega hlutverk ríkisins, með þeim sem eru verst settir. Hver eru það? Það er fjölskyldufólk og það er fólk á leigumarkaðnum. Þannig að það hlýtur að vera svona fyrsta stopp, það hlýtur að vera neyðaraðgerðin sem stjórnvöld þurfa að grípa til núna ef þau ætla bara að sinna sínu kjarnarhlutverki að auka lífsgæði hérna á Íslandi. Við, Friðrik og fleiri höfum heyrt á ekkert sérlega formlegum fundi, en svona aðeins að dýfa tánum í það hvort að við náum ekki saman svona ákveðnar áherslur, og það var gott hljóð, þannig að ég vona ég sé ekki að jinxa neinu þegar ég segi að við erum auðvitað að þreifa okkur áfram það, hvað við getum verið farið fram sameiginlega með, að því að auðvitað skiptir það miklu máli að vera með gott afl, og auðvitað er þetta hagur okkar allra. Og varðandi húsnæðismálin, það var kannski sama við þau og öll önnur mál, að þó að þú sért komin í gott húsnæði og ert í millitekjuhópi, þá hefur þú kannski líka áhuga á því að börnin geti keypt og komist inn á húsnæðismarkaðinn. Þannig að þetta ekki, við megum ekki einblína á eigin hagsmuni til skamms tíma. Heldur það hagsmunir allra á húsnæðismarkaði sé með sæmilegum hætti og að fólk geti framfleytt sér. Aðeins varðandi að meta menntun til launa. Ég hef nú alltaf verið að reyna að grafa niður í þetta hugtak, hvað þýðir þetta. Kemur ljós að við náttúrulega metum menntun til launa frekar vel hérna á Íslandi með önnur lönd og þar vísa ég skýrslur ASÍ. Eins og er náttúrulega vandamálið að þegar þú kemur út úr langskólanámi að þá ert þú að greiða mánaðarlaun í endurgreiðslu námslána næstu áratugina ef þú ferð í 5 ára háskólanám eitthvað slíkt,
Þannig að sko mér eru alltaf þótt nærtækast að fara inn í lánasjóðskerfið til þess að auðvelda fólki að mennta sig heldur en að fara beint inn launin. Ef við fyrir með launin og metum menntun til launa að þá skulum við líka bara setja eitthvað verðmiða á það. Þá skulum við bara segja, þú veist, að því að ég er með 4 ára háskólanámi á baki, þá ég skilið þessa prósentu umfram lægstlauna fólki, skilum við bara opnum umræðina. Hvað er verið að tala þegar verið að tala að meta menntun til launa? Því mjög mikil menntun á Íslandi er mjög vel metin til launa og töluvert umfram það sem gerist í öðrum löndum. En lánasjóðskerfið er sjálfstætt vandamál hérna í Íslandi. Það er óþolandi að fólk mennti sig í stéttir þar sem fá kannski ekki hálaun, ég nefni kennara til dæmis, leikskólakennara, þroskaþjálfa, þessar láglauna kvennastéttir, að það er rosalega þungbyrði að koma út með mikinn bakka á bakkinu eftir langskólanám og þá varpar ljósið að því að fólk einhvern veginn farið að búa heima hjá foreldrum ef það hefur nokkuð möguleika á til þess að geta mennta sig, til þess að sleppa við að taka námslán og þá erum við komin í aðgreiningu á milli þeirra sem hafa tök á því að mennta sig og þeim sem hafa það ekki. Þú gafst upp 2 bolta og ég ætla að sleppa öðrum sem er meta menntun til launa. Það er bara, þið verðið að ræða það, ég hef lent í því bara, að það er bara, þetta verður bara, það kemur ekkert út úr þessu. En húsnæðismálin, ég ætla að tala um það, og Guðmundur Hrafn Argrímsson, hann er hérna, formaður stjórnar leigjendasamtakanna. Þetta með að, hvernig við sækjum sko kjarabætur, við getum hækkað laun, en svo getum við líka lagfært kerfin og húsnæðismálunum þar oftast nefnd. Hvaða væntingar hafa samtök leigjenda til komandi kjarasamninga varðandi lagfæringar á húsnæðisleigumarkaðnum? Nú að sjálfsögðu höfum við mikla væntingar og það er svona 20 í deiglunni núna. Það er þessi átakshópur hjá forsætisráðherra sem var settur saman fyrir 2 vikur síðan, eða tæplega 2 vikur síðan og á að skila einhverjum tillögum hvernig við eigum að lagfæra neyðarástandi húsnæðismarkaðnum og svo náttúrulega þessu komandi kjarasamningssina sem að við náttúrulega snúast að miklu leyti kostnaðarliðina hjá launþegum. Það er að segja þegar að svona stór hluti launanna fara í húsnæðiskostnað og við vonum náttúrulega að verkalýðshreyfingin, öll hreyfingin bara eins og hann leggur sig, taki undir þessi sjónarmið og knýir stjórnvöld á að reyna að koma málum þannig fyrir að hérna sé nægt framboð á óhagnaðardrifnu húsnæði sem að launþegar geta nýtt sér vegna þess að ástandið er svo slæmt á markaðnum í dag að ég held að fáir svona þeir sem eru ekki á leigumarkaðnum, þeir gera sér kannski ekki alveg grein fyrir þessu þó þeir svona vitið þessar tölur og svona, þá gera þeir kannski ekki alveg grein fyrir hvers slags neyð ríkir að núti og mikið öryggisleysi og ofboðslega mikið rót sem hefur mikil áhrif á fjölskyldur og líðan þeirra og svona félagslegt svona þroska og hvernig fólk svona kemur sér fyrir í samfélaginu. Þetta er bara mjög hættulegt og það er til dæmis bara ágætis svona mælikvarði á hvernig ástandi er að OECD eins og við vitum setur svona þessu hungurmörk við húsnæðiskostnað, hann megi ekki fara að hærra eldur en 40% af ráðstöfunartekjum fólks. Nú það er eitt fyrirtæki starfandi hérna á markaði sem að hefur sett sér starfar inn á leigumarkaðnum með að selja leigutryggingar sem er í meirihluta eigu Arion banka og þeir selja leigjendum tryggingar vegna þess að margir leigjendur og flestir leigjendur hafa eiga mjög erfitt með að útvega svona leigutryggingar sem að laupa oft á 500.000, kannski 1,5 milljón og þetta eru bara peningar sem er mjög erfitt fyrir leigjendur að ná í. Að fyrirtækið, það gat ekki starfað á þessum forsendum að einungis 40% af ráðstöfunartekjum fólks ætti að fara í húsaleigu. Þeir eru að hækka slána í 60% til að bara geta fengið eitthvað viðskipti. Það segir okkur bara hversu ástandið er gríðarlega erfitt þegar þetta eina fyrirtæki sem er rauninu svona mælir hversu þessu stór hluti af ráðstöfunartekjum fólks
fer í húsaleigu að þeir þurfa að fara rauninu 50% hærri heldur en hungurmörk OECD. Þetta náttúrulega segir okkur bara gríðarlega mikla sögum hvernig ástandi á markaðnum og þetta hættulegt og það verða bara að vera grundvallar breytingar í því hvernig nálgast þessu mál og það eru margar lausnir til og þetta ekkit meitla í stein að húsnæðismarkaðurinn skuli vera uppspreytta mikil auðshanda fáum og ég skil ekki reikningsdæmi sem að felst í því að 30.000 heimili skuli leggja svona stóran hluta af sínum ráðstöfunartekjum inn í sjóð handa fáum í staðinn fyrir að dreifa þessum peningum samfélagið í bæði neyslu og þjónustu og rauninni þá og leiðin náttúrulega auka lífsgæði viðkomandi. Ég skil ekki hvað reikningsdæmi það að við skulum sem samfélag hagnast á því að eins og gegnum þessu 3 stóru leigufélög sem eiga 1000 íbúða að þarna eru örfáir eigendur sem að soga til sín allt þetta umfram fjármagn sem að leigjendur eru borgin í hagkerfið og bara fer inn í sjóði og hugsanlega eitthvað svona fjárfestingar kannski innanlands og erlendis í staðinn fyrir að leigjendur getur svona breytt úr sér og noti lífsins og verið neytendur í samfélaginu og sama fæti og hinnir. Mér finnst þetta ætti að vera frumkrafa stéttarfélaginu náttúrulega í komandi kjarasamning og ég vænti mikið af þeim, verður ég bara að segja. Drífa og Björn eru í félögum sem að hafa svona viðurkennda stöðu í samfélaginu. Geta frá 1936 að þá geta félagsmenn þessara félaga farið í verkföll og knúið áfram bætt kjör. Það eitthvað styttra því að það er svo margir opinberir starfsmenn hjá Friðrik, þannig að það kom eitthvað aðeins seinna þar. Svona rétturinn til þess að berjast fyrir sínu. Samtök leigjenda eru bara áhugamannafélag út í bæ og sem eru engir aðilega einu en einu í íslensku samfélagi. Það er ekki þannig að það sé viðurkennt að ef að leigjendur verði fyrir okurleigu að þeir geti farið í verkfall, beitt samtakamætti sínum til að knýja á lækkun húsaleigu. Leigjendasamtökin ekki viðurkenntur sem samningsaðili fyrir leigjendur, það er hver leigjendi að semja fyrir sjálfan sig. Að því að við vorum svolítið að tala það, ég og Björn upphafi svona félagslega uppbyggingu samfélagsins, veik staða leigjenda kannski svo að það félagslega staða leigjenda bara ekki virt á einn eða einn hátt, þannig að það séu allir skildir eftir bara úti í frumskóginum og þurfa að semja hver fyrir sig. Já, þetta náttúrulega mjög erfitt þegar leigjendur hafa ekki haft neitt vettvang til þess að snúa sér að hvorum öðrum, eða mjög veikan. Þetta hafa verið félagasamtök sem hafa bara verið systematískt jaðarsett og hefur komið fram við þau alltaf sem eitthvað svona róttæk, svona tímabundnar róttækar hreyfingar sem er gert ráð fyrir að fjara út og það eiginlega með ólíkindum að við erum eina landi bara í gjörvallri Evrópu sem hefur ekki virk samtök leigjenda sem hafa starfað í áratugi eins og bara í Skandinavíu eru þetta gríðarlega stór samtök sem eru þjónustusamtök og hagsmunasamtök. Þetta eru flestu stöðum í Evrópu er þetta bara stór þjónustusamtök sem starfa bara ekkert ósvipað á stéttarfélög svona í góðu samstarfi við stjórnvöld og sveitarfélög og við þurfum svona vettvang vegna þess að leigjendur hafa hlutina vissu leyti í hendi sér. Þetta eru tæplega 30.000 heimili sem eru á leigumarkaðnum og leigugreiðslur á hverjum einustu mánuði hlaupa á milljörðum, hugsanlega hátt í 10 milljarðar á ári, á hverjum einustu mánuði sem leigjendur láta af hendi af frjálsum vilja til leigusala út af og miklu meira heldur en þeir ættu að gera og þeir gera það einfalt út af þeirri neyð sem á markaðnum að það engin valkostur við vitum það að það eru tugir ef ekki 100 einstaklingar sem að slást hverja einustu kítur sem kemur auglýstir á netinu eða auglýstir í blöðunum þannig að leigjendur hafa ekkert val þess vegna láta þeir hendi þessar fjárhæðir og undir eðlilegum kringumstæðum ættu þeir ekki að gera það og við höfum verið að reikna út, við gáfum út núna nýlega þessa reiknivél með viðmiðunarverðum húsaleigu og við tókum mið af bara leigu sem hlutfallakaupverði og með hæfilegum endurgjaldi til fjárfestisins og viðhald og svona og við erum bara að reikna að því að íslenski leigjendur eru kannski að leigja
borga 30-50 milljarðar hver einasta ári í ofgreidda leigu, þessi okurleigu sem ætti ekki að greiða. Og fyrir það féð náttúrulega væri hægt að koma inn á fasteignamarkaðinn. Þannig að leigjendur í rauninni hafa hlutinu svolítið í hendi sér og ef við náum að efla samstöðu þeirra vegna og leigjendur geta snúið sér okkur öðru, þá gríðarlega mikið afl í þessu samfélagi og við erum að vinna bara að því að skapa þessa samstöðu og þessa vitund og þennan anda vegna þess að leigjendur eru bara mjög skapandi og drífandi fólk og með mikla samkjöf. Og ég finn það bara á svona mánuðum sem ég hef starfað í stjórn leigjendasamtakanna að hugurinn gríðarlega mikill en við finnum náttúrulega fyrir því að við erum svona, höfum ekki verið ávörpuð og margir leigjendur eiga bara mjög erfitt með að svona stíga fram og það búið að svona vera svona svolítið svona umræða svona tráma og jaðarsetningu og félagsleg vandamál hjá leigjendum sem eru auðvitað útbreidd en leigjendur eru líka bara með sterka sjálfsmynd sumir hverju við og við þurfum að svona valdefla þann hluta af leigjendum það ekki að vera og fá fram á sjónarsviðið og í baráttuhug fyrir betri kjörum. Já, verður Björn, því að þú varst að tala áðan að það hefur verið svona breyting í svona hugafæri í samfélaginu að svona félagsleg gildi væru að gefa eftir og fólk væri að hugsa mest svona út frá eigin hagsmunum. Ég hef tekið svolítið þátt í umræðu leigjendamál með honum Guðmundi og þá slengdi maður stundum í svona einhverjum samtali við fólk sem að leigja frá sér og það hefur komið svolítið óvart hvað okrið eiginlega viðurkennt og maður þetta er svona bara dæmi að maður kannski einhverjum orðaskiptum við ykkur sem að kvarta yfir því að leigjendur séu að gera óraunsæjar kröfur og eitthvað fleira. Svo heyrir maður aðeins svona hverja aðstæða mannsins og þá það kannski eitthvað sem að leigja út 4 íbúðir og hann eiginlega að gera þá kröfur og hann geti lifað af því. Að það séu 4 fjölskyldur sem að haldi honum og fjölskyldu hans uppi vegna þess að hann á 4 íbúðir og maður hugsar herðu, við erum bara dottin aftur í Dickens tíma, fram fyrir þann tíma almenningur náði að taka upp varnir gagnvart okri, að við erum komið með það sem eru bara týpur í íslensku samfélagi sem eru bara eins og út úr Dickens bók sem eru ætla bara að lifa góðu lífi og að því að við erum fara að tala Úkraínu eftir, að þá þekki líka dæmi þess að maður sem að leigði út 7 úkraínska menn í byggingavinnu hann taldi sig geta að lifa eins og kóngur af því. Þannig að, maður velti stundum fyrir það að maður kíkir inn í leigumarkaðina, þá finnst mér sem að sé að kíkja inn í einhverja heim og að því þetta er svo hulið og það er svo lítið fjallað þetta, að sem bara rosalegur. Það bara svona, það sem að samkenndin horfin og svona það sem að maður hélt að væri bara eðlilega svona siðferðismörk í samfélaginu bara að brenna upp. Já, kannski alveg rétt hjá þér, en mér finnst alveg málið það að mér finnst þessi sem að eiga fjármagnið eða sem eiga fjármagnið, mér finnst þeir farin að gefa alveg óeðlilega kröfur á því að fá í arðinn sem slíkan. Mér finnst að það er svona ákveðin græðgisvæðing í gangi og þess vegna náttúrulega eins og ég kom inn á áðan að þess vegna fór náttúrulega Alþýðusambandið á BCB og þeir yfir það að reyna að byggja þetta bjarg sem sagt að koma því á til þess að reyna að koma á móts við en maður, og þetta ekkert nýtt í húsnæðismarkaðin, við vitum vel, þú nefndir þarna með fólk sem að koma utan og það einstaklingar sem þetta starfsmannaleigur og fleira sem að ég meina, menn ekki bara að gera þetta bara einhverju góðmennsku að fá fólk erlendis frá, þeir að hafa út úr því og því miður allt og mikið það að fólk er snuðað. Fólk og hver græðir á því, það sá sem að leigja út viðkomandi einstaklinga. Græðgin bara mjög víða og hún hefur svo sem bara farið vaxandi og eins og ég sagði áðan þessi samkennd sem slík, mér veist hún vera miklu undanhaldi. Friðrik, varst þú ekki að rétta upp hönd? Jú, ég ætla nú bara aðeins að fá að blanda mér inn í þetta og ég veit að Drífa og ASÍ það var að tala með skart og ákveði fyrir því að vera með 25% viðmið varðandi húsnæðiskostnaðinn. Við hjá BHM reyndar nýbúin að samþykkja stefnu í húsnæðismálum og tölum í henni fyrir einmitt líka. Það þurfa að vera einhver mörk á þessu.
og þessi eðlilegt hlutfall ráðstöfunum tekjum, þó við höfum ekki farið alveg í það nefna 25%. Það sem ég langaði hins vegar að segja, þetta með leigumarkaðinn hérna og hvurslags, eins og þú kallar hann nánast Dickensian eða darwinísku, það er stórt vandamál. Ég man bara 1990 flutti ég hérna til Þýskalands í nám og þurfti að leigja mér íbúð fyrir mig og familíunni. Og þá fekk maður að kynnast því þar hvað réttur leigjenda var óbúðslega sterkur. Af því að sem maður hafði aldrei kynnst hérna heim. Og sem náms, ég held ég að borga 50 þýsk mörk fyrir að verða aðila leigjendasamtökum, þá var maður komið með aðgang að lögfræðingum og annað. Þannig að þar var alveg leigusalinn til í að reyna að hlunnfara hann. En leigjendarétturinn svo óbúðslega sterkur að þetta var ekkert stórkostlegt vandamál. Og aftur þar líka. Annað heldur en hér eins og Guðmundur kom með réttu innan. Hér hefur verið svona, hálfgerður hallarisbragur á þeim sem leigja, eins og það sé eitthvað til þess að skamma, því að hérna séreignarstefnan svo sterk. Og við erum ekki með lífeyrissjóðun okkar til dæmis sem virka þátttakendur á markaði að byggja upp húsnæði. Samt að þú horfir yfir síðustu 10-15 ár og skoða hver hagnaðar vonin hjá lífeyrissjóðum hefði verið að vera á fasteignamarkaði og vera virkir á leigumarkaði og koma þar inn með ákveðin stöðuleika eins og í Þýskalandi, Austurríki, Sviss jafnvel á Norðurlöndum. Við verðum að gera eitthvað í þessu. Þetta er ekki ásættanlegt, þetta er ekki gott og þetta er það. Takk. Drífa, ég býst við að þú segir bara já við því að við verðum að gera eitthvað í þessu. En þetta er náttúrulega þetta er annars vegar svona að byggja upp hérna húsnæðismarkaðinn, en síðan fólk þarna, við verðum að líka sinna hjálp í viðlugum. Það eru leigjendur sem að er bara þrýst ofan í fátækt út af okkur leigumarkaðinum. Það líka verið eitthvað svona átök til þess að hjálpa fólki áður en að góða kerfi sem ætlum að byggja upp í framtíðinni verður tilbúið. Já, og þá erum við náttúrulega með tilfærslu kerfi til þess einmitt að tryggja það að við getum komið peningunum ekki bara saldraðum yfir samfélagi hvort sem fólk þarf að halda eða ekki, heldur til þess að létta fólki óbærilega byrðar. Við náttúrulega höfum talað fyrir leigubremsu líka og það er rétt sem Friðrik segir, við erum með þau viðmiðin í okkar stefnu og fólk greiði ekki meira en 25% af tekjum sínum í húsnæðiskostnað, hvort sem það er að kaupa eða leigja. Við erum mjög langt frá því, eins og Guðmundur fór hérna yfir áðan að það þarf að vera 60% viðmið. Bjarg er með 30% viðmið, þannig að okkar eigi leigufélag, óhagnaðardrifið með ríkisstuðningi er ekki einu sinni að ná því að við greiðum ekki meira en 25% af tekjum okkar í húsnæði. Af því sögðu að þá vil ég bara fagna því alveg innilega að það séu komin leigjendasamtök og megi þeim farnast sem allra best og bara lýsi yfir að ég og við erum tilbúin til að styðja við frjáls félagasamtök á leigumarkaði, af því að viðhorfið hingað til í okkar samfélagi hefur verið að leiga sér tímabundið ástand. Þetta sé eitthvað sem að þú gerir á meðan þú ert í námi eða ert að safna fyrir íbúð eða eitthvað. Þannig að það er svo rótgróið í okkur þessi séreignarstefna. Núna búum við í öðru vissi veruleika. Mjög mikið af fólki sem kemst ekki inn á eignamarkaðinn, hefur ekki áhuga á því, býr hér tímabundið, ætlar að sjá til og svo framvegis. Þannig að við erum komin á þann stað núna að við þurfum að líta á leigu sem ekki bara eitthvað tímabundið ástand á meðan þú ert að harka hérna á fyrstu búskaparárunum þínum. Heldur er þetta eitthvað sem er raunhæft út til lengri tíma og síðan er þetta algjörlega galið að þú sért að borga 200.000 kall í leigu á mánuði en þú fær ekki greiðsluband nema fyrir 120.000 og þetta gengur ekki upp, en bara allar bestu óskiptilega þetta samtaka og ég fagna því innilega og vona að þau megi að vaxa og dafna af því að það er sannlega vantað í okkar samfélagi. Herðu, nú er komin sá tími að við getum ekki frestaði lengur að tala Úkraínu. Friðrik, það er lett að byrja á þér að því þú er nú fyrirverandi stórmarskálkur í NATO, starfsmaður NATO. Hvað að því að Drífa nú að tala svona stuðning við leigjendur og svona, í hverju getur stuðningur okkur við Úkraínumenn falist? Hann getur náttúrulega verið margþættur. Við getum
náttúrulega látið peninga til Úkraínu, beint til stjórnvalda það, til aðstoð. Við getum verið með mannúðaraðstoð, við getum aðstoð við móttöku á flóttafólki, við getum sýnt síðan náttúrulega þann pólitíska stuðning sem felst í því að taka þátt í aðgerðum gegn Rússlandi Pútins í viðskiptaþvingunum og öðru eins og við erum að gera. Þannig að það er ýmislegt hægt að gera. Hins vegar ákall eftir því að taka beinan þátt í hernaðaraðgerðum er mun vandasamara. Það hefur verið að kalla eftir til dæmis, Úkraínumenn kalla eftir því að NATO til dæmis setji í gang yfirlýsingu flugbann yfir Úkraínu, eða svo kallar no-fly zone. Það þýðir bein hernaðarátök við Rússland og þar með þá er þessi innrás orðin annað og miklu meira og við erum ekki tilbúin til þess. Ég held að það sé bara nokkuð ljóst að NATO-ríkin eru ekki tilbúin til þess að verða þau sem hleypa fyrsta skotinu í beinum átakum milli aðildarríkja Atlantshafsbandalagsins og Rússlands. En sem sögum við Friðrik, þegar þú ert búin að vera að skoða öryggismál og svona, í hverju erum við lent? Erum við lent í Kúbudeilu inn í Evrópu sinnum 18? Já, hefur við aldrei verið nær í mögulegu kjarnorkustríði sem að getur stundum, kenningarnar það geta kveiknað af slysni og ofmati og mislestri og alls konar hlutum. Erum við bara í meiri hættu víðtæk hernaðarátök í Evrópu eða nálægt okkur? Heldur við bara verið áður? Ég get því miður ekki sagt nei við því. Við verðum að taka það alvarlega þegar að leiðtogi Rússlands segir það berum orðum að kjarnorkuvopn séu valkostur sem hann sé með á borðinu, gangi hlutir ekki eins og honum hugnast. Við verðum bara að taka það alvarlega. Þannig að það er ábyrgðarlaust og það er hættulegt tal, en við verðum að taka það alvarlega. Þannig að við erum núna beint í kjölfar vonandi dvínandi heimsfaraldur, þá erum við á barmi einhver sem er mjög óhuggulegt og við verðum að taka mjög alvarlega og bregðast þá við með viðeigandi hætti og ég hef viðurkenna það fúslega, ég hef verulegar áhyggjur af þessu ástandi og hvort einmitt að einhvað fari þarna úr böndum. Á móti kemur að framganga og árangur rússneska heraflans í Úkraínu hefur svo sannarlega ekki verið í samræmi við þeirra eigin væntingar. En hver verða þá viðbrögðin við því frá Rússum og því miður erum við að sjá bregða fyrir notkun á mjög óhugnanlegum vopnum í borgarumhverfi og tiltölulega lítil virðing fyrir mannfalli meðal óbreyttra borgara og þannig að eins og sé það er full ástæða til þess að hafa þessi verulegar áhyggjur. Getum við glaðst yfir því að Rússunum gangi illa? Er það stuttstríð slæmt, langt stríð líka slæmt? Já, öll stríð eru slæmt. Það er bara þannig og jú, við hrífumst með í raun og veru þessari þrautseigju Úkraínum að verja sitt land og hvað þau eru að gera til þess að berjast fyrir tilverurétti sínum. En á móti kemur að þá dregst þetta til lengdar og annað, en eins og segi, það eru svo margir óvissuþættir þarna. Það er þegar farið að nota þarna vopn sem eru verulega óhugguleg í borgarumhverfi og þetta er allt eitthvað til þess að hafa bara miklar áhyggjur af. Ég svo sannarlega vona að þessi innrás Pútín og Rússlands inn í Úkraínu dreifist ekki til annarra landa, en enn og aftur orð vega þungt og orðum fylgir ábyrgð. Þegar Pútín og Lukashenko eru líka farnir að tala fjálglega það þurfi nú að opna aðgengi fyrir Belarús að Eystrasaltinu. Hvernig það gert? Jú, það væri þá upp gegnum svo valkilínuna frá Belarús, svo valkilínan að landamærum í raun og veru landamærum Pólland og Litáen upp til Kaliningrad. Nú þá eru menn farnir að tala fjálglega það fari bein átök við NATO-ríki. Þannig að þetta er ekki
Já, þetta er ekki gott, þetta lítur ekki vel út og við erum búin að tala það núna mánuðum og reyndar árum saman að við trúum því nú ekki að Pútín muni ganga alveg svona langt en hann gengur alltaf svona langt og síðan alltaf aðeins lengra. Herðu, Björn, við vorum að tala áðan út frá árinu 82, þá voru svona kröfur afvopnanir í gangi, stutt í reglulegar umræður afvopnun á milli Sovétríkjanna og Bandaríkjanna og einhver árangur í því. Nú erum við bara í einhverjum allt öðrum heimi, nú erum við bara á hraðleið inn í aðstæður sem að gætu leitt til kjarnorkustyrjalda. Já, mér finnst þetta bara óhugnanlegt og maður verður nú bara að viðurkenna að maður var nú kannski svo einfaldur að maður hélt að þetta myndi nú ekki gerast að Pútín myndi ráðast inn í Úkraínu. Maður bara trúði því ekki fyrir að þetta er gert og mér finnst þetta svo einhvern veginn sko á hvað maður segir, þetta valdabrölt og að mann get ekki sætt sig við það að þetta Sovétríkin fóru raunverulega eða var splittuðust upp og ég bara sé, maður hugsa með hryllingi hvaða afleiðingar þetta muni hafa og maður hugsa til fólksins í Úkraínu sem er í þessu spennitreyju bara að ráðast á það. Ég meina það veit ekki hvort að næsti klukkutími svo síðast eða ekki. Mér finnst þetta bara stríð brölt og þetta vesen. Mér finnst þetta bara svo óhugnanlegt og ég hélt bara að við værum orðin eitthvað inn öðruvísi en auðvitað hefur þetta verið gegnum tíðina að menn hafa verið að brýna tennurnar en þetta, ég verið að viðurkenna það, ég átti ekki von á því að þetta myndi gerast og maður er bara hræddur hvað afleiðingar þetta hefur og líka bara þær afleiðingar sem að ekki bara í Úkraínu sem við lendir náttúrulega mest fyrir þessu en bara hvað heimurinn sem slíkur, hvað afleiðingar þetta hefur raunverulega í áframhaldinu og ég treysti ekki Pútín fyrir horn með að hvað þetta heldur ekki eitthvað áframhaldu með þetta þó að segist ekki alltaf og ég hef mikið ráðast á almenna borgara og þessar yfirlýsingar sko, þetta er svo maður einhvern veginn hvern fjandann, ég meina hvað er í hausnum á þessum manni, maður hugsaði svolítið þannig. Getur verið hættulegt að hugsa það, maður getur bara dottið þar inn. Það er gamall frasi sem maður segir að don't try to make sense out of nonsense. Það getur verið hættulegt að hugsa það sem er trillt. En það er rétt sem þú segir að það er svolítið maður er að velta fyrir, menn nú er maður að leita orðum af einhverju tilfinningu sem maður er með, sko, hvað heitir þetta? Heitir þetta geigur sem ég er með inn í og þetta er bara staðreyndin í heiminum. Guðmundur, má ég spyrja þig, að því að ég veit að þú hefur tekið þátt í svona sjálfstæðisbaráttu Katalóna. Nú er Úkraínumenn að eiginlega berjast fyrir sjálfsákvörðunarrétti sínum, einir, með svona stuðningi við ég ætla ekki að hæðast að Vesturlöndum en við lýsum byggingar og við sendum vopn en við getum ekki hjálpað þeim. Það er bara einhverja aðstæðu þannig að það er bara stopp við landamærin. Sérðu eitthvað svona sjálfstæðisbaráttu vinkill í þessu sem að bindur til skyldleika eða er þetta bara eitthvað allt annað mál? Sko, ég hef einmitt verið að huglega þetta vegna þess að þetta eru á svona tveimur levelum að vissu leyti að þá erum við að tala náttúrulega hér í Austur-Úkraínu sem hafa verið í þessum sjálfstæðispælingum, ekkert ósvipað bara eins og Katalónía innan Spánar, að þá hafa þessi héruð svona þar sem eru megnurinn til rússnesku mælandi íbúar vilja svona slíta sig frá Úkraínu og svo er náttúrulega Úkraína sem fullvalda og sjálfstætt ríki í Evrópu að sko þau eru náttúrulega svona eiginlega undir einhverju ægilvaldi Rússlands, þannig að þau eru kannski ekkert ósvipari stöðu bara á öðru skala gagnvart Rússlandi, en þannig að það eru vissuleitir svona sjálfstæðis barátta þarna á báðum vígstöðum, þar að þessi tvö héru þarna Austur-Úkraínu, þau eru að mörgu leyti ekkert ósvipuð Katalóníu innan Spánar, frekar heldur en að Úkraína sé þannig í svipari stöðu gagnvart Rússlandi, þannig að ég sé það frekar þannig að þessi eiginlega sjálfstæðisbarátta sem að kannski ætti eitthvað svona samsvörum við Katalóníu, hún sé innan Úkraínu frekar en hér. En skalinn er náttúrulega allt annar, þarna er stríð og stríð er náttúrulega botnlaus harmleikur
sem búið að kolfast yfir fólki sem býr þarna. Já, þetta er... Og alla sem koma nálægt þessu, þetta er náttúrulega bara harmleikur fyrir alla sem eru á vígvellinum, þetta er bara harmleikur fyrir einhverja pilta og unga menn í Rússlandi sem eru komnið þarna inn fremjandi ódæðisverk, þetta er bara Já, þetta er skelfilegt. Það er mikið að ég þekkt tölvöld ungu fólki hérna í Úkraínu sem ég að heyri í öðru hvoru og sem hverja daglega og það er ofboðslegur hugur og hugrekki í þessu unga fólki. Allir einhvern veginn svona hjálpa til að útbúa molotov-kokteila á kvöldin og safna saman flöskum og sjóði í matinn handa þeim sem að berjast út á göttunum og ofboðslegur svona hugur og þetta getur náttúrulega dreigist þessuna langin ef að hugur fólks er svona ofboðslega ríkur í að verjast þessu og taka á móti þessum öllum ráðum. En ég finnst þetta hræðilegt einhvern veginn að hugsa til þess að allt þetta unga fólk, þetta unga og efnilega fólk bæði fyrir Rússland og Úkraínu sé allt í einu dregin inn í svona hræðilegan atburð eins og stríð og þetta eru bræður og þjóður og farin að myrða og hvort annað og kannski byggja upp hatur sem eftir að vara í kynslóðir. Þetta er alveg hræðilegt. Drífa, hvernig eru þetta við þér, þessi átök? Aðalega hissa á því að við skulum hafa haldið í einhverja sekúndubrot að við varum komin lengra sem mannkyn heldur en að svona brjálæðingar, herskáir brjálæðingar getur vaðið uppi. Það var einhvern veginn svona óbáslega bardalegt að halda það að við varum komin umfram stríðsátök í heiminum og stríðsátök í þessum heimsluta eins og öðrum og það má náttúrulega ekki gleyma því að það er náttúrulega búið að geisa stríð. Bæði Rússar og NATO hafa verið fullið þáttakendur í stríðum annars staðar. En það sem við getum gert núna og auðvitað eru allir í þeirri stöðu einhvern veginn, hvað getum við gert og við höfum svona verið að velta því fyrir okkur í verkalýðshreyfingunni að styðja við þetta bæði fjárhagslega og þá forsendum mannúðar en ekki og tryggja það að þeir peningar sem að við sendum út að þeir fara ekki í vopnakaup af því að einhver verður að vera í þeirri aðstöðu að tala fyrir friði okkur núna og ég tel það vera hlutverk verkalýðshreyfingarinnar. Síðan samþykktum við ályktun í miðstjórn á miðvikudaginn þar sem við hvöttum okkar aðildarfélög til þess að leggja til húsnæði fyrir flóttafólk og þá erum við náttúrulega að tala orlofshús og hugsanlega aðrar húseignir sem að stéttarfélögin búa yfir og geta kannski lagt eitthvað í púkið þar og ég er í samtölu við ráðuneytið og þá sem er að taka á móti flóttafólki að skipuleggja það hvernig við getum staðið að því. Þannig að þetta er svona, það er það sem við getum gert núna, það er að reyna að tryggja öryggi fólks og búa svo hnútana að það getur komið hingað. Þú segir að styðja Úkraínumenn en þó ekki þannig að Alþýðusambandið eða verkalýðshreyfingin fari að kaupa vopn eða flytja vopn. Þetta er svona klassísk fríðarafstaða. Er erfitt að vinna þessu fylgi? Er fólk orðið herskátt og vill helst af öllu bara að útvega vopn og flytja til Úkraínumanna? Við erum ekki sérlega herská í ASÍ, kemur kannski sumum óvart, en en ég er mjög hissa á því hvað fólk er tilbúið til að ganga langt og hvað fólk er herskátt og hvað við í þessum heimsluta eru kannski vantar friðarödd, en það er einhver blöðum það að fletta að það hefur verið ákall frá útlöndum, frá Úkraínumönnum fjármagn til vopnakaupa. Þannig að maður er kannski í þeirri undarlegu stöðu núna að fara að velta því fyrir sér í alvöru hvernig er hægt að styðja fólk án þess að nota peninga félagsmanna í verkalýðshreyfingunni í Íslandi til vopnakaupa og ég hélt að ég yrði ekki í þeirri aðstöðu sem forseti ASÍ að þurfa að velta þessu fyrir mér. Satt best að segja. Já. Þannig það er stemming og ég mun koma í veg fyrir það að það veri gert, sko. Það er stemming á Vesturlöndum. Það er svona, einhver leyti erum við komin í hugarfar stríðs. Krafan er sigur yfir Pútín, frekar heldur en kannski krafa frið. Já, og maður bara saknar friðarhreyfingana. Hvar er sú rödd núna? Það hefur verið mikil þörf á þeim í gegnum tíðina, en það er svona vantar eitthvað kjarna í það akkurat núna.
Ég myndi vilja stilla mér upp þar. Friðrik, NATO lætur stundum eins og NATO sé bara friðarhreyfing, en við vitum náttúrulega Stærsta friðarhreyfing í heimi. En við vitum að þau var staðið fyrir sko árásum á Líbíu og eitthvað fleira, þannig að við skulum ekki fara út í það. Og ég vil taka það fram að ég ætla sko fordæma allir innrás Pútíns og Rússa inn í Úkraínu, og það bara glæpur og ekkert það. En í aðdragandunum, að því að NATO lofar okkur friði, að vinna friði í Evrópu. Þeir horftir á aðdraganda stríðsins, þar sem við erum að glíma við óðan mann kannski, ef þú vilt lýsa Pútín þannig, að þá leiddi þetta til þess að óði maður réðst inn í Úkraínu. Eitthvað í aðdragandunum sem að má segja að NATO, til þess að tryggja friði í Evrópu, hefði átt að hegða sér öðruvísi í samskiptum við Úkraínu og Rússland? Taka Úkraínu fyrr, búin að taka Úkraínu í landið, búin að taka Georgíu í landið. Þú veist, það væri hægt að fara þangað, sko, kjarni vandans þessu, ég held að, og við gott að segja þetta Gunnar Smári, og við horfum svolítið til þess að við tölum innrás Pútín og Pútín Rússlands. Og við verðum að gera svolítið greinarmun á Rússlandi og Rússum, hinum almennum rússneskum borgurum og síðan hinum pólitíska bóðaldi. Og við sjáum alveg hvað að gera síðan í framhaldi. Það berði nú ekki gott vitni fyrir Pútín og kó, að þeir þurfu núna að loka á alla samfélagsmiðla, þeir raun og veru loka á alla frjálsa fjölmiðlum í landinu til þess að geta einmitt haldið í völdi. Og kannski vonandi þetta upphafið á endinum hvað það var. En á hinn endan, þegar það farið út í að tala hvað hefði NATO átt að gera öðruvísi mögulega í aðdragandunum, og þá oft þessi tónn í því, já, við hefðum ekki átt að vera opin í Atlantshafsbandalaginu fyrir mögulegri aðild annarra ríkja. Og hvað eru við þá farin að gera? Þá eru við farin að Friðrik, það sem oftast sagt, sko, það sem maður heyrir oftast sagt að Atlantshafsbandalagið, NATO, hefði átt að standa við samninga og loforð, gagnvart Rússum. Já, ekki svíkja það. Já, standa við samninga og loforð við Úkraínu. Nei, við Rússar að sækja ekki austar. Ég meina, Rússar gerðu samning og gerðu lofur það ef Úkraínu leti af hendi kjarnorkuvopn, þá myndu þeir tryggja öryggi í Úkraínu. Eru þeir að gera það í dag? Friðrik, við erum bara hérna fyrir vestan í NATO, þannig að við erum bara að skoða, við græðum ekkert á því að sko greina það hvort að Pútín hafi svikið þetta eða hitt, hann réðst inn í Úkraínu, það er ekki að tala það, ég er bara að spyrja hvort að NATO hafi tekist að tryggja frið í Evrópu, hvort það væri eitthvað í hvernig NATO, og þú mátt alveg veita, ég er ekki að halda þig fram, ég er bara að vitna í umræðuna, hvort það væri eitthvað sem að NATO gerði í aðdragandunum sem að leiddi jók líkurnar á hættuástandi og þar með ófriði í Evrópu? Nei, ábyrgðin á þessari innrás Pútín Rússlands inn í Úkraínu öll hjá Pútín, og það er svona leikur og einhvers konar whataboutisma að ætla að reyna í gennum einhverja bakdýraleiðir að klína því á einhverja aðra, að þeir beri einhverja ábyrgð af því að þeir sögðu eða gerðu eða eitthvað sem hugsanlega gaf einhverja réttlæting. Það engin réttlæting fyrir innrás Pútín inn í Úkraínu, punktur, engin. Þú ert ekki þá í svona whataboutisma, Friðrik, má ég spyrja, þú ert ekki í svona whataboutisma af því að Pútín alvondur, að þá hljótu við í NATO að vera alréttir, og það má ekki vera að tala það hvort að NATO hefði gert eitthvað með því að hérna í þessu, þegar maður hefði getað leitt til friðar, verið meiri líkur á því leitt til friðar heldur en það varð. Nei, þegar brotaviljinn einbeittur, eins og í þessu tilfelli. Það er það sem við horfum upp á. Brotaviljinn einbeittur. Pútín hefði alltaf ráðist inn í Úkraínu. Ég held að við sitjum uppi með það og bara staðreitin að tala sínu máli í þessu, að sama hvað. Ef reyndar það sem hefði kannski mátt snúa upp á NATO-ríkin frekar, það við hefum kannski frekar átt að vera með herafla þarna inn í Úkraínu, halda áfram að vera með þá sem voru þarna að þjálfa og kenna, í staðinn fyrir að í raun og veru segja strax að það er svona teóristipat, að því ef fæling á að virka, þá þarf hún að vera trúverðug. Þannig að þegar að Vesturlönd voru strax að segja, en einmitt í viðleitni til þess að róa ástandið og í þeirri trú að það væri hægt að sannfæra Pútín það að það væri óþarfi og ekki þessu virði að ráðast inn í Úkraínu.
að þá var sagt, þegar við, NATO-ríkin mun ekki taka þátt í að verja Úkraínu ef kemur til innrásar, benda á það að á sama tíma að ákvörðun aðild Úkraínu að Evrópusambandinu eða NATO, að þetta væri fyrst og fremst þeirra eigin ákvörðun, en hún myndi alltaf byggja á því að uppfylla aðildarskilyrði, og það lá fyrir eitt aðildarskilyrðum að varðandi aðilda Atlantshafsbandalaginu það að þú sért eigir ekki í deilum við nágrannaríki. Þannig að svona og ekki virkri borgarastyrjöld. Rússland búið að koma því fyrir þannig að þeir eru í landamæradeilum við bæði Úkraínu og Georgíu sem hefur tafið fyrir mögulegri aðild. Þannig að og kannski hefðu Vesturlönd frekar átti að vera fastari fyrir og sig og vera með áfram með þessa með þá hermenn sem voru í Úkraínu voru að stunda þar þjálfun og kennslu, vera með það áfram og gefa skarpari skilaboðum að það er í brugðist við. En við erum að eiga við náttúrulega ríki sem er með kjarnavopn, sem er í sinni herstefnu mun frjálslegra í fasi, svo má segja, varðandi notkunni. Er með svokallaða takti eða kjarnavopn sem í þeirra hernaðarstefnu er miklu mun líklegir að allan eins og þeir tala og eins og þeir æfa eru tilbúnari til þess að beita, meðan að það er ekki þannig á Vesturlöndum. Það eru mjög skil í allri hernaðarstefnu á milli notkun og hefðbundum herafla og síðan kjarnavopna, af því að kjarnavopni eru skilin á Vesturlöndum og við heldum að Rússarnir væru það líka að kjarnavopn séu fyrst og fremst pólitísku, séu vopnin sem má aldrei nota. Þannig að, en eins og segi, hefðu við geta gert eitthvað slíkt öðruvísi, það er vissulega möguleiki, en við verðum þá að gæta því að við förum ekki út í það að við séum að dreifa ábyrgðin á þeim atburðum sem er í gangi núna. Ábyrgðin liggur bara á herðum eins manns. Ég held að segja enginn að því, þetta er nú bara klassíst, að þú nefndir áðan með Pútín og rússneska herinn að menn farum að tala þetta í Úkraína sé nú vissulega á áhrifasvæði eða umráðasvæði Rússlands sem að sem er bara vantal. Ég meina Úkraína er frjálst fullvalda ríki, Úkraínu fólk á að fá að ráða sínum örlögum sjálf. Ég heldur enda líka, við komumst eða ekki hjá því aðeins að nefna líka í þessu. Hér sjáum við svona því miður þróunin í Rússlandi undanförnum árum að þarna hefur svona klassísk gamaldags eitru kallmennska fengið einhvern veginn að vaða uppi. Þarna eru þessi kallar, hræddir við konur, hræddir við hinsegin og kynsegin fólk, hræddir við breytingar, hræddir við frelsi, hræddir við frjálskoðanaskipti og svo framvegis. Þetta er svona 19. aldar ykkur hugsanarháttur sem vonandi er að taka sinn síðasta andartök. Að vísum með þessum skelfilegu afleiðingum. Herðu, Drífa, ég veit ekki, en með svona grunar að þú sett ekki NATO sinni. Líður vel í svona hugmyndunum að NATO sem kannski ekki, væri ekki alveg rétt sko, það kannski freka sig fórusta Evrópusambandsins sem að Evrópa er að glíma við þetta ástand. Líður vel undir svona hugmyndum að þetta séu stofnanina sem eigi að finna leiðina í að glíma við þetta hryllilega ástand? Nei, það er á rétt sem þú segir, ég er ekki NATO sinni og hef ekki litið á NATO sem sérstakt friðarbandalag. Ég hef líka litið á það sem að okkar vera í NATO getur gert okkur að skotmörkum. Ef við erum að tala kjarnorkuvopna þá erum við ekkert óhult gagnvart kjarnorkuvopnaskaggi Rússa vegna veru okkar í NATO. Þannig að ég hef svona frekar stillt mér upp í friðarhreyfingamegin gegn hernaðarbrölti og ég held að sú rödd sé mikilvægari í samtímanum heldur en nokkuð tíman. Og ég sakna þess að það sé ekki það virðist vera orðin einhver konsensus það í íslensku samfélagi núna að NATO sé varnarbandalag. Það er það ekki, en utanríkisráðherra okkar kemur ekki svo í fjölmiðla á þess að klifa á því að NATO sé varnarbandalag, en við vitum af mörgum syndum NATO, þannig að ég legg ekki traust mitt á það apparat til þess að koma friði. Nei. Við getum rætt þetta er náttúrulega hernaður og þetta er stórveldapólitík og þetta er heimsvaldastefna og
Þetta er endalausa, þetta mannúðar hryllingur. Það er ekki komin 1,5 milljón úkraínumanna á flótta í Evrópu. Þetta hefur áhrif á samfélagið, þetta áhrif á líðan okkar. Það er komin uggurinn sem að kveiktu upp í andstöðunni við kjarnorkuvopnum miðja síðustu öld að fræðilega þá getum við verið bara einhverjum sekúndubrótum frá í að heiminu verið tortímt sem eins og við lifum í. Þannig að það hefur áhrif á hvernig okkur líður og hvernig við hugsum sem samfélag. En svo kannski veiga minnsta sem ég ætlaði að taka hérna upp. Þetta hefur líka mun hafa efnahagsleg áhrif á íslenskt samfélag að olíuverðið er að hækka, þetta mun auka verðbólgu, það verða hærri vextir og það verður ýmis efnahagsleg átök sem að fylgja þessu öllu líkjöndum. Ég tala mikið ef að stríðið dregst á langinn. Björn heldur að þetta muni hafa áhrif á komandi samninga að þessu óvissu tímar sem við erum að fara í og þar að leiðandi við getum ekki hort lengra, við erum nýkomin út úr COVID þar sem við gátum ekki hort lengra og nú erum við komin í stríðið í Úkraínu og við getum ekki hort lengra, þannig að raunverulega þetta ekki tími til þess að við séum að fara að ræða eitthvað grundvallaratriði í samfélaginu og tekjuskiptinguna og annað slíkt eða semja aukin kaup og kjör. Erum við að lenda inn í einhverju limbo tíma ástandi þar sem að ekkert er þess virði að ræða nema stríði í Úkraínu? Ég held að nú reyndar hef ég mikla ágjör af því að þetta stríð í Úkraínu fyrir með hörmungunum sem þar eru, þetta hefur þetta áhrif á alla heimsbyggðina og þetta mun hafa gríðarlega áhrif á okkar samfélag eins og þú nefndir. Ég meina það er ljóst að það eru hækkanir á ýmsu bæði eldsneyti, það eru hrávöru og ýmsett annað sem hefur þetta áhrif á okkar kjör og þannig að verðbólgan og vextirnir og allt þetta mun auðvitað hafa áhrif á okkar lífskjör og ég meina það mun ekki hjálpa okkur í samningunum í haust ef að þetta verður ennþá í einhverju svona óvissu og maður er þannig að ég vil ekki meina að maður sé í status quo en það er alveg ljóst að ef að þetta verður áfram svona og ég eins og segi hef áhyggjur af því að þetta muni þá kannski dragast á langinn og þetta hefur gríðarlega áhrif. Þetta muni hafa áhrif á kjarasamningana, það er alveg ljóst en hvaða áhrif ekki, veit maður ekki neitt en það er alveg þetta mun hafa áhrif alveg klárt og það efnaðist ástand sem við erum með. Þetta mun þýða eins og allavega fram að þeim samningum, þetta mun þýða þó nokkuð mikla kjaraskerðingu fyrir okkar fólk þannig að þetta er slæmi tímar í miður. Guðmundur, þú réttir upp hönd? Já, ég hef verið að velta þessu fyrir mér varðandi með fólki sem er komið á flótta og nefnir 1,5 milljón manns komið á flótta og leigjendur sem að búa við mikinn húsnæðisskort hafa verið að svona byrsta sig og taka þátt í þessu umræðu hugsanlega komu 1-2-3 flóttamanna sem er náttúrulega bara gott og vel ef við getum tekið á móti þeim og þetta eru náttúrulega eitthvað sem að leigjendur óttast svolítið að muni bara vera til þess að auka neyðina á húsnæðismarkaðnum. Við erum að horfa fram á það að það sé að koma til Íslands nokkur þúsund farandaverkamenn til þess að vinna í ferðaiðnaði og þjónustuiðnaði og við erum að horfa upp á það að missa kannski 400-500, kannski upp til 1000 íbúðir á Airbnb-markaðinn þegar það fer að vora og túristarnir eða ferðafólki streymir inn og þannig að leigjendur eru sem sagt, þetta er erfitt fyrir leigjendur að vera settir í þessa aðstæður að þurfa að vega og meta svona sína siðferðislega aðstöðu gagnvart komu flóttamanna. Ég teki eftir því, þetta er bara mjög óþægileg aðstæða að vera settur í. Ég finn það á mínu fólki að þetta kemur bara til með að auka á húsnæðisvandann á neyðina og ég heyrði það bara í viðtölu við bæjarstjórinn í Hveragerði að það er ekkert húsnæði þar á lausu. Þeir eru að bíða fólk að lána sumarbústaði og orlofsíbúðir og svona en þetta er bara einn vinkill af þessu sem að kemur mjög illa við leigjendur og fólk þá Íslendingar sem eru að ferjast í bökkum húsnæðismarkaði. Þessi óumflýjanlega
koma þúsunda Úkraínumanna sem við tökum náttúrulega bara vel á móti, en þetta verður til þess að gera aðstæður og kannski orðræða með leigjenda kannski mjög erfiða og erfitt fyrir leigjendur að vera sett í þessu stöðu. Þú ert eiginlega að segja það að stjórnvöld tækja á móti flóttamönnum á þess að raunverulega gera ráð fyrir því sem að þarf til þess að það skapi ekki. Liggur fyrir, það bara ekkit ef við sem búum hérna fyrir og við hefum náttúrulega verið hérna í COVID og meðan að COVID gekk yfir síðustu 2 ár, þá komu nokkur 100 Airbnb íbúðir hérna inn á íbúðamarkaðinn. Það fóru nokkur 1000 ferðamerkjamenn úr landi sem unnu í ferðamannageiranum, en samt sem áður búum við stórkostlegan skort. Skorturinn birtist í því að það eru fleiri íbúðir, það eru fleiri fasteignasalar starfandi á landinu heldur íbúðir til sölu, og nú erum við að búast við að koma hérna nokkur 1000 ferðamerkjamenn til landsins. Það fækki íbúðum á húsnæðismarkaðinum inn í Airbnb og að við tökum á móti flóttafólki og okkur sé bara að fjölga. Þannig að þetta eiginlega svona total collapse. Þetta bara algjört svona bara stórkostlegar hörmungar framundan. Og við heldum við höfum ekki séð neitt, því við höfum tiltölulega búið við tiltölulega góðar aðstæður í þessum hörmungum síðustu 2 ár. Nú erum við bara held ég að horfa fram á bara aðstæður sem við bara getum allar gert okkur í huganum. Þessu tengt, ég sá þig í fréttunum, Drífa, að segja það að áhyggjur ASÍ af óleyfisíbúðum, það svona nútíma braggahverfin, þar sem að fólk býr í iðnaðarhverfum og ósamþykktu húsnæði út af húsnæðiskreppunni, að það verður færri heldur en að þið höfðu óttast. Ég veit ekki, þetta er ekki eiginlega góð frétt, þetta er svona milli, þetta er svona grá, að ástandið var ekki eins slæmt og við heldum, en það er slæmt samt. Svona auki flóttamanna straumur, ferðaiðnaðurinn tekur við sér aftur, það getur bara breytt þessu bara á einni nóttu, að aftur verður þetta orðið gríðarlegt vandamál. Já, ég er sammála. Það sem við höfum svo sem, nú ætla ég ekki að fara að ræða þessa skýrslu sem að koma út, en við höfum lagt mjög mikinn mannablá pening í það að reyna að greina stöðu fólks sem í atvinnuhúsnæði án þess þó að brjóta trúnað við það fólk, heldur að byggja upp traust og trúnað og fara út á örkinni og sérstaklega kanna tengsl við atvinnurekendur og svo framvegis. Það sem maður að gera sér grein fyrir atvinnuhúsnæði er ekkert alveg það sama. Til dæmis þessi skelfilegi atburður í Auðbrekkunni þar sem var kveikt í. Þar voru brunavarnir í lagi. Þannig að hryllilegt atvinnuhúsnæði og sæmilegt atvinnuhúsnæði er ekki það sama. Við var stundir sem sló á þetta fyrir nokkrum árum síðan að þetta væri 4.000 einstaklingar. Við reiknum með að sé ekki alveg svo slæmt, en vissulega ef við erum að taka á móti flóttafólki, við heyri vel það sem fulltrúi leigjendasamtakanna er að segja. Auðvitað er svona uggur í fólki hvernig við koma fólki fyrir. Besta er náttúrulega að stríði vari stutt og fólk komist heim til sín fljótt aftur. Við hins vegar vitum náttúrulega ekkert það, og enn og aftur lendum við í því að segja vandinn liggur í of fáum íbúðum. Það er þannig. Sama hvernig við hreyfum okkur og hvað við reynum að gera á húsnæðismarkaðnum, ef það er ekki til nóg margar íbúðir til að hýsa fólk, að þá lendum við alltaf í vandræðum. Þannig að það er náttúrulega bara stærsta máli núna, og við erum í aðdraganda sveitarstjórnarkosninga og ég bara biðla til allra sem frambúða, allra kjósenda að gera þetta langstærsta málinu. Því ekki bara er þetta að standa lífsgæðum fólks fyrir þrifum, húsnæðismarkaðurinn, þetta er líka að standa bara uppbyggingu atvinnulífsins fyrir þrifum. Þannig að atvinnulífsins ættu líka að leggjast á áratna með það að fjölga ódýru og góðu húsnæði. Og það hefur auðvitað bara eitthvað stórkostlegt gerst, því að eins og Guðmundur bendir á að þá hurfu ferðamennir og þar með fóru Airbnb íbúðir inn á markaðinn og mikið af erlendu verkafólki snýri aftur og það var minna af innfluttu verkafólki sem kom, en samt erum við í verri húsnæðiskreppu en bara elstu menn muna, eins og sagt er. Það
einhvers staðar keyrðum við út af rækilega í húsnæðismálum, alveg stórkostlega. Já, og meðlega súpa kannski segði af því að við byggðum náttúrulega mjög mikið í aðdraganda hrunsins og byggðum kannski ekkert mjög skynsamlega þar og það var svona verið að súpa segði af svona handabaksvinnu í tengslu við það. Þannig að þá einhvern veginn héldu allir að sér höndum til þess að þetta myndi nú örugglega ekki gerast aftur og byggingamarkaður var lengi að taka við sér. En sko við höfum bara ekki borið gæfu til þess að byggja bara góðar íbúðir jafnt og þétt og það náttúrulega það sem þarf að gerast hvort sem uppsveifla eða niðursveifla í atvinnulífinu það þarf bara að halda dampi í þessu ekki líta á húsnæðismál sem sko möguleika fyrir fjármagnseigendur til að ávaxta sitt pund eða einhverja vertíðastemningu. Við höfum eigið þetta á lager, það þýðir ekki þegar fólk kemur inn á slysastofuna að fara að hlaupa út í búð og kaupa sórabetti. Það þarf að vera til á lager. Herðu, Friðrik, viltu tala húsnæðismáli? Mér langaði svolítið að því að þú ert starfsmaður NATO að draga þið aftur til Úkraínu. En skjóttu inn að þessum húsnæðismáli. Ég bara rétt að skjóta aðeins inn efnahag. Ég bara vil líka, ég sjálfsögðu og rétti svo drífa að koma aðeins innan. Ég meina, ég óska íslensku atvinnulífi allsins besta að það fái þrifist og stækka, magnast, gera fleiri spennandi og skemmtilegi hluti og draga til sín gott starfsfólk og greiða góð laun. En ég pínu áhyggjur á ákveðnum plebbismu. Ég meina, sjáu nú þetta með Icelandair núna fyrir vikunni og við erum alla búin í heimsfaraldrinum. Það við erum á barmi heimsstyrjaldar og mikilvægasta máli hjá óskabarni þjóðarinnar og það var að samþykkja nýtt kaupaukakerfi. Hjálp okkur. Sama tíma verður væntanlega krafan einmitt út af heimsfaraldri og út af öryggismálunum að þá verður krafan á það að nú þurfi verkalýðshreyfingin að gæta hófs og fara varlega. Arion banki ætlar að auka hagnaðar væntingar sína að fara úr 10% í 13% arðsemiskröfu. Hérna verða menn aðeins að gæta sín og stíga varlega til jarðar og vera með okkur. Það ekki hægt að kalla eftir samstöðu hjá þjóðinni og hjá verkalýðshreyfingunni og öll séu nú ábyrg og gætum okkar ef þú ætlar síðan að halda áfram með þennan plebbisma og ég bara hvet á hjá vini minni hjá SA að aðeins að hasta á pínulítið á sitt fólk að menn síni aðeins meira ábyrg. Aðeins meira efnahagsmálin síðan líka. Það verður athyglisvert að fylgjast með hvað gerist. Maður sér að eins og til dæmis hvað varðar orkuverðið. Ég sé það að Venezuela að til dæmis að nýta tækifærið. Hvort þeir geti brotist undan þeim kannski viðskiptatakmörkunum sem að það land hefur sagt. Reyna að nálgast Bandaríkin og getu aftur orðið vinir. Býð spenntur að sjá hvort að Mohammed bin Krónprins Sádi-Arabíu geti nýtt þetta tækifæri til þess að koma sér út úr kuldanum eftir Khashoggi-málið sem gæti orðið til þess að tempera líka ástand á ráðuröðarsmörkum. Þannig að við sjáum til. Það er ekki öll von úti þar. En ég vildi svona rétt Hvort þess að spila svona leikin að íta einum skítælnum út af borðinu og taka það næsta inn í staðinn. Það var það sem gerðist. Svona heimurinn sem við lifum í. Jú, þetta er það sem gerðist 2014 eftir innrásin og Krím að olíuverð var þá þegar Rússland tók Krímska og fór þarna inn í Austur-Úkraínu. Að þá var olíuverð þegar í hæstu hæðum en hrundi síðan þegar kom inn á sumarið og fór niður á þann stað. Núna með þess að fólk talar það að olíuverð sem komið í hæstu hæðir í dag, það er ekki komið á þann stað þar sem það var hæst 2014 og ég tala ekki að nú verði. Þannig að það getur þá sett okkur í það nótt að það er kannski töluvert enn lengra eftir að fara upp á því, en við skulum vona ekki. Af því að nóg er til af þessu, nóg er til af olíu. Já, ég ætlaði að tengja það sem átt að segja sambandi við stjórnendurnar hjá Icelandair sem að telja að þeir eigi að fá stærstu verðlaunin eftir 2 ára COVID. Við það sem að Björn var að tala hérna að það sé svona bara vanti svona aukna samkennd og samvinnu í samfélagið og það hefur komið líka fram í því sem að Guðmundur að lýsa leigumarkanum og svona. Kannski er þetta bara það sem við ættum helst að vera að tala að það sé svona eins og einhver svona bara andlegt hrun í samfélaginu sem að veldur því að við erum að sigla inn í eitthvað sem að ég kallaði svona Dickens tímar. Hvað sér þú? Fyrir ekki, ég dæta þessu út, fyrir ekki. Allt í lagi. Herðu, en ég ætlaði að spyrja Friðrik
fyrirverandi starfsmann NATO, þannig að þú fær bara örstutta spurningu til að svara þessu. Hvernig getur stríðið í Úkraínu endað vel fljótlega? Hvað, það raun eftir að biðja á kvöldin að allt í einu verði búið til samkomulagi í viðræðum Rússa og Úkraínumanna? Veistu, við skulum aldrei tapa voninni að einhverju sjái ljósið eitthvað staðar og láti af þessari vitleysu, en því miður þá sé ég það ekki gerast allavega að næstum dag. En við skulum alltaf halda í voninni. Okay. Þið sjáu hvað að gerast innanlands í Rússlandi með þessum miklu hömlum. Það augljóslega af því að stemningin þar innanlands að breytast og sama hver þú ert, þá ertu aldrei ónæmur fyrir almenningsálitinu endalaust. Herðu, ég þakka kærlega fyrir og ykkur öllum, Birnir Snæbjörnssyni fyrir að koma hingað klukkan 10 og fara yfir breytt svið frá löngum starfsaldi innan verkalýðshreyfingunnar og Drífu, Friðrik og Guðmundur, þakka ykkur kærlega fyrir að koma hingað og ræða fréttir vikunar og hlustendur fyrir að staldra við og hlusta á okkur. Við höldum hérna áfram á samstöðinni eins og ef við komum fram að þá erum við komin inn í háskalegt stríðsástand og við munum fjalla það. Það komin nýr þáttur á dagskrá sem heitir Miðnætti í Kænugarði. Hann klukkan 10 á kvöldi frá sunnudegi til fimmtudags. Þetta þáttur sem við vonum að falli niður, vegna þess að hann mun falla niður eða kemst friður á í Úkraínu, en við ætlum að halda áfram að ræða stríðið og eins og við komum fram í þessum þætti sem hefur endalust margar hliðar. Hann verður sérst á sunnudaginn klukkan 10 og svo fram dagana þar og eftir aftur klukkan 10. Klukkan 5 á sunnudaginn verður menningarsmygl og ef ég veit rétt að þá verður líka fjalla þar hörmungar. Það eiginlega síðast þegar var stríð í Evrópu. Þau ætla að ræða myndina Kuvatis Æta sem að fjallar fjöldamorðin í Srebrenica. Þannig að ef ykkur finnst ekki nógu miklar hörmungar í fréttunum að þá getið þið skutlað ykkur í bíó og hort á ömurleika síðasta stríðs sem í Evrópu. Það er búið að vera stríð í Evrópu lengi og Evrópumenn hafa verið lengi í stríði eins og ég held að Drífa hefur verið bent á. En ef þið viljið hjálpa samstöðunni að byggja upp dreifikerfið sitt þá hvet ég ykkur til þess að læka síðuna á YouTube og líka á Facebook, deila þáttum sem að þið ykkur finnst góðir. Þið getur líka verið í liðinu með því að ganga inn í Alþýðufélagið sem að það kostar svona andvirði 2 kaffibolla á mánuði að vera þar sem eins konar áskrift að samstöðunni og með því þá stuðliðið að áframhaldandi uppbyggingu þess. En ég þakka kærlega fyrir þeim sem að hlustuðu og býðu ykkur bara góða helgar. Takk.